Já, velkomin að Rauða borðinu á 50. Það alls konar efni hérna framundan. Hérna aftast í þættinum þá koma til mín Lena Rörbak sem prófessor í norrænu fræðum í Sviss, Aðalheiður Guðmundsdóttir sem prófessor í íslensku bókmenntum fyrri alda og Jón Karl Helgason sem prófessor í íslensku og menningadeild Háskólans. Það ráðstefna framundan Eirík Laxdal og bækur hans sem sumir vilja kannski kalla fyrstu íslensku skáldsögunar. Það kannski ekki alveg meginatriði en þau ætla að koma hingað og ræða svolítið Eirík og þennan tíma þar sem að skáldsagan var að vera til, ekki bara á Íslandi heldur út alla Evrópu, hvernig menningar, straumar flæktust á milli og hvernig Eiríkur drakk það í sig og skáldsöguna og aðra sagnamennsku. Skemmtilegt spjall hér í lok þáttar. Björn Þorláks, hann fékk til sín Rúnar Helga Vignisson sem bókmennafræðingur og kennir við háskólann, ritlist. Hann var að gefa út bók sem fjallar það hvernig að vera karl á tímum mikillar kvennavakningar á MeToo tíma og öðru slíku. Og hann að reyna að greina það af hverju hann var óöruggur gagnvart þessu tíma og eitthvað fleira. Þannig að þeir alltaf setjast niður kallarnir og ræða það hvernig að vera kall á tímum þegar konur rísa upp. Við höfum fjallað svolítið einmannaleika hér. Við vorum með það í síðustu viku og við ætlum að halda því áfram núna. Hann Bjarni Karlsson, prestur og sálgæslumaður, kemur til okkar og ræður einmannaleika sem hann kannski skilgreinir að sé mein samfélagsins ekkert síður heldur en einstaklingana. Magga Stína kemur hérna tvisvar í viku og segir okkur fréttir á Gaza. Það alltaf miklar fréttir og því miður ekki alltaf góða fréttir. En við ætlum að fara aðeins yfir stöðuna. Nú Ísraelsmenn byrjar að sækja gegn Palestínumönnum af miklu meiri hörku á Vesturbakkanum og horfir svo sem ekki vel. Þannig að við förum aðeins yfir stöðuna á Gaza með Möggu Stínu. En áður en að því kemur að þá ætlar hann að koma til mín hann Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur eins og hann gerir stundum. Það náttúrulega voru ákveðin tíðindi í könnun Maskínu núna í vikunni þar sem að fór, eins og ég hef reyndar spáð í marga vikur, að það kæmi könnun þar sem að Miðflokkurinn myndi mælast stærri en Sjálfstæðisflokkurinn og nú hefur það gerst og það eru ákveðin tíðindi og spurningin náttúrulega erum við kannski að horfa upp á það sama og hefur gerst víða í Evrópu að nýja hægrið takir yfir sess gamla hægrisins verði stærra eins og hefur gerst í Hollandi, í Frakklandi, á Ítalíu og víðar. Sjáum til hvernig Eiríkur túlkar þetta. En þetta prógrami sem í kvöld. Ég hvet ykkur til þess að staldra við og hlusta. Minn ykkur á að allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda samstöðunar og ég hvet ykkur til þess, sérstaklega þau sem eru kannski fyrir löngu búin að gera það upp við sig að þau ætli að vera áskrifendur hér til þess að stuðla að uppbyggingu samstöðunar, að láta verða að því það skiptir okkur máli að sjá aðeins fram í tíman hvers konar dagskrá við getum búið til. Allir peningar sem að hinga koma inn breytast í dagskrá, þannig að leið og einn bætist í hópinn að þá bætist eitthvað við dagskrána og ég held að þið sem hafi fylgst með samstöðunni í gegnum tíðina hafi nú tekið eftir því og sé það að eftir því sem við eflumst að þá eflist dagskráin. En ég hvet ykkur til þess að íhuga þetta, ef þið viljið gera starfsgreinaður þá farið inn á samstöðu.is, það hnappur sem ástendur áskrift og það getur skráð ykkur. En ég ætla aðeins að bregða mig frá en kem svo aftur og ræði við Eirík Bergmann stórtíðindi í íslenskri pólitík. Gerist áskrifendur á samstöðunni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Pólitíkin, það voru nokkur tíðindi eins og geta komið út úr skoðanakönnunum í vikunni þegar Maskína birti sína könnun og þá kemur í ljós að Maskína mælir Miðflokkinn stærri en Sjálfstæðisflokkinn. Það
verður samt að geta þess að þetta innan svo kallara skekkjumarka, en samt munur þarna á að Miðflokkurinn mælist með 15,3% en Sjálfstæðisflokkurinn 13,9% og hefur líklega ekki mælst lægri hjá maskínu. Eiríkur Bergmann, þetta eru svona ákveðin tíðindi. Þetta eru heilmikil tíðindi, já. Einhverju getur sagt að þetta væri stórfrétt í íslenskum stjórnmálum að Sjálfstæðisflokkurinn mælist þriðji í röðinni. Það er harla sjaldgæft. Við höfum nú sagt þetta hérna við Rauðaborð, ég man ekki hvort að vera í samtali við þig, að ég hef spáð því að þetta myndi gerast. Jú, við ræddum þetta einmitt einhvern tímann að það stemdi í svona könnun og þá með áherslu á könnun að þetta er búið að liggja í loftinu í einhvern tíma að þessi stað myndi koma upp að Miðflokkurinn færi upp að Sjálfstæðisflokknum og jafnvel yfir hann. En það er langur vegur frá því að mælast yfir Sjálfstæðisflokknum í einni könnun og að sigra hann í kosningum. Það er ekki sami hluturinn. Og við þekkjum það svona í könnunum að það eru koma stundu kannanir sem slá aðeins til. Svo allt í einni könnun mælist einhver flokkur óvinnu hár, svo bara gerist það ekkert aftur. Þannig að það er kannski verið gaman að sjá næstu kannanir. Það mun birtast könnun líklega eftir helgi sem frá Gallup, en hún öllu líkjöndum að grunni til eldri en þessi könnun. Þannig að það er kannski varhugavert að bera þær tvær saman, að þetta eru svolítið öðruvísi kannanir. Maskína tekur kannski á svona viku tímabili á meðan að Gallup alltaf með þetta yfir heila mánuð. Og einhver svona punktmæling segir í sjálfu sér ekkert þróunina í heild sinni. En svona kannanir eftir mánuð og næsta mánuð, ef þetta heldur áfram að þá er... En eigi að síður þá hafa bara samanlegar kannanir undanfarna mánaða og missera verið að sýna þróunina í þessa veru sem við sjáum birtast í þessari könnun. Auðvitað, ég segi, það er stórtíðindi sem felast í þessari könnun, eigi að síður var hægt að sjá að þetta gæti orðið þróunin. Þannig að því leitinu kemur þetta ekkert eins og þrumur heiðskýru lofti en slíkt. Þetta er samræmi við undir öldu sem að við höfum fyrir löngu fundi fyrir. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að síga og svona tilraunir forystunar til þess að ná einhverju viðspyrnu hafa ekki gengið eftir og margir sem halda því fram að þær hafi raunverulega ýtt undir svona lögmæti málflutnings Miðflokksins sem annars hefur gagnrýnt Sjálfstæðisflokki frá hægri að vera ekki nógu góður hægri flokkur og svo í einstökum málum þegar Sjálfstæðisflokkurinn tekur upp svona útlendingastefnu Miðflokksins. Þessi skoðanakönnun hérna er að hluta til afurð þess að Sjálfstæðisflokkurinn tók upp hluta málflutningi Miðflokksins í útlendingamálum með tveimur svona megin ummælum formannsins seinasta vetur og í kjölfar þess að Samfylkingin tekur skref í sömu átt og þú notar orðið að það hafi veitt Miðflokknum lögmæti og ég held að það sé rétt. Málflutningur forystumanna Sjálfstæðisflokks, málflutningur formanns Samfylkingarinnar veitti orðum Miðflokksmanna í garð aðkomufólks lögmæti og svona réttmæti í umræðinni sem að verður til þess að þröskuldur kjósenda til þess að styðja Miðflokkinn hann lækkar og það er þá auðveldari förin þá frá Sjálfstæðisflokki, frá Samfylkingu til þess að styðja þá þann sem að svona hefur mestan trúverðuleikan í þeim málflutningi sem er yfirleitt upphafsmenn málsins. Frekar heldur en sporgöngu fólkið í hinum flokkunum. Og ef maður tekur þá Miðflokkinn kannski frá því fyrir stutt eftir síðustu kosningar þá var hann í svona stöðu í íslenskum stjórnmálum að aðrir flokkar töluðu að næstu svona eins og væri skrítin sem að segja vitna í kosningabaráttunni í Bandaríkjunum þar sem að þeirra aðferðum er notuð það verður þær aðferðum notar og þá náttúrulega allt annar veruleiki þegar bæði formenn tveggja stærstu flokkana eru byrjað að taka undir málflutningin að þá náttúrulega eru þeir ekki skrítnilegur. Nei, það er svona færið á af jaðri og inn í meginstraum og sem sagt réttmætið fylgir með og það er þá búið að gefa það út af forystuöflum í stjórnmálunum að málflutningur Miðflokks manna að hann sé réttmætur. Ég ber alltaf saman í könnunum samanlagt fylgi Sjálfstæðisflokks og Miðflokks
til þess að svona velta upp, sko, Miðflokkurinn, er ekki bara að flæða hann á milli? Og það eiginlega, þessi flokkar eru alltaf með svona bilinu, bara yfir langan tíma, þá það kannski bilinu 27 upp í 31% fylgi. Já. Og það slæri ekki, núna, samrætt fylgið að núna held ég sé 29,2 en hafi verið 29,6 í kosningunum, sko, þannig að þetta nákvæmlega sama staðan. Já, það margt svona sem hægt að bera saman innbyrðis þar sem að svona flæði á milli. Ég meina, það einhvers konar flæði líka milli ykkar hérna í sósíalistum og VG, þið að takast á við svona daldi sama fylgið. Þar svona eitthvað jafnvægi sem áhugavert að fylgja Ég held að reyndar að það sé sko hrun VG. Já. Það leiti ekki til vaxta sósíalista. Nei, sko, það að fara þau atkvæði sem að voru eftir þar. Já. Að það svo þau hafi frekar bara að fara á samfylkinguna eða eitthvað. Já, sko, þetta hrun VG. Þegar VG farið svona neðarlega, þá byrjar maður að sjá þetta. Þá gerist þetta. Sko, stóra hreyfingin fer frá VG til samfylkingar. Alveg eins og hafði farið frá samfylkingu til VG fyrir seinustu tvennar kosningar. Sama með Framsóknarflokkinn, það hafði niður og þá fer það til samfylkingar. Já, ég meina, samfylking og VG stóðu alltaf svona, þessi flokkar vinstra megin hryggjar og svona flæði þar á milli og það auðvitað stóra flæði, en það rétt. En eftir að þetta hefur orðið, þá horfum maður á þessar tvær tölur. Og annað náttúrulega samfylkingin og Viðreisn virðist vera svona aðeins að bæta stöðu sína í könnunum svona síðustu kannski hálfa árið og þá sér maður að sko til dæmis þetta ekkert frábær könnun fyrir samfylkinguna í samanburði sem hefur verið í 25% en Viðreisn nálægt 11% og til dæmis í samanburði við Píratana sem í 8,6. Já, þarna Viðreisn var yfirleitt minni en Píratarnir sko svona fyrir árið síðan. Þarna myndi ég segja að væri mjög áhugavert að staldra við. Aftur út að við nefndum þessa breyttu orðræðu í útlendingamálum og breytta stefnu samfylkingarinn í útlendingamálum, að það mjög áhugavert hvernig sem orsakasamhengið ég ætla ekki að slá því föstu, en eigi síður að þá stöðvast fylgisris samfylkingar við ummæli formannsins gegn... Þú myndi vilja fullyrða það? Talan segir, þetta sýnir bara, þú veist, ég þarf ekki að fullyrða það, ég bara að lesa tölunar. Ég að segja, ég veit ekki nákvæmlega hvert orsakasamhengið og ég setti þar fyrirvara, en það sem gerðist að þegar að hún fer að tala gegn straumi innflytjenda, að þá stöðvaðist fylgisaukning samfylkingarinnar og hún hefur svona trappast aðeins niður eftir það. Hvort að samfylkingin hafði bara þá þegar verið búin að ná öllu sem þeir gátu náð og þetta hefði gert hvort var, vitum við ekki, en mér finnst athyglisvert að þetta gerist á sama tíma. Og ég nefni þetta... Mikilvægt að benda á það vegna þess að ég man eftir því og þú líka á bara stuttu eftir að þessi ummæli fóru fram, að það var mikið kappsmál að reyna að halda því fram að þetta hefði ekki dregið úr fylginu. Af því að þá voru einmitt eins og ég var að lýsa á að koma svona eldri kannanir sem eru lengi á leiðinni. Þá var alltaf voru fyrirsagnir í Mogganum og víða ummæli Kristúrunar innflytjendur dregur ekki úr fylgi samfylkinguna. En það ekki alveg satt, tölurnar sýna það. En sko ég nefni þetta vegna þess að ég að horfa hérna líka á Viðreisn. Þessi breyting á stefnu samfylkingarinnar opnar auðvitað svið fyrir Viðreisn. Viðreisn var flokkur sem var komin var haldið í svolítið þröngu hólfi í íslensku stjórnmálum segjum bara framan af þessu kjörtímabili. En mér sýnir sviðið fyrir Viðreisn vera að opnast og af tvennum ástæðum. Það þessi stefnubreyting samfylkingarinnar annars vegar, en hins vegar bara þessi ævintýralega háu stýrivextir sem hafa verið svo lengi í landinu sem að svona opnar leiðina fyrir evru umræðu Viðreisnar. Og í báðum þessum málaflokkum hefur samfylkingin svona breytt kúrs allavega, hvort samfylkingin hafi kannski ekki kúvent stefnu sinni alveg, allavega í Evrópumálum, þá leggur hann ekki áherslu á aðaldin og allt þetta. Þetta opnar sviðið fyrir Viðreisn.
Og ætti líka, ef ég má bæta við, að ef það er þannig að forysta Sjálfstæðisflokksins vill eiginlega færa Sjálfstæðisflokkinn að miðflokknum, að þá eru kjósendur þar inni sem líkar ekki svo leið og ætti þá að líta á Viðreisn sem valkost. Þá er Viðreisn í rauninni að fá þrefald á opnun. En síðan þarf flokkurinn að nýta tækifæri sem er allt annað mál. Hvort að menn geri það. Sem er svona vísir að þeir geti gert það og að þeir eru að liftast, að það er ekki neitt í samanburði við vöxt miðflokksins eða Samfylkingar. Nei. Núna er þetta Samfylkingin sem hefur rokið fram, miðflokkurinn kemur í humátt á eftir, ríkisstjórnarflokkarnir eru bara allir í kleinu, hefur ekki bara að segja það eins og það heitir, og en aðrir hafa ekki náð að taka sviðið ennþá. Þetta er rosalega opin staða. Og Píratarnir eru svona fastir. En spáðu í því hvað þeir hafa haldið velli ævintýralega lengi í þessu flokkakerfi sem við höfum, og mér finnst það margt mjög merkilegt hvað þeir hafa lifað og þeir eru ekki að falla neitt frá svona sinni stöðu bara. Þeir eru bara á svipuð róli og Framsóknarflokkurinn. Kannski undanfarið svona 9 mánuði eitthvað. Já. En það gegnir aðeins öðrum máli með Framsóknarflokkin og fylgisfall Framsóknarflokksins heldur en hinn að tökja stjórnarflokkana. Því að Framsóknarflokkurinn, það sópaðist aðeins svo mikið fylgi fyrir seinustu kosningar að þetta er meira svona leiðrétting á þeirri stöðu sem að þeir hafa upplifað frekar heldur en að sambærilegt fall sé að ræða hjá þeim. Þannig er Framsóknarflokkurinn með 9%, miðflokkurinn með 15,3%. Það er óþægilegt fyrir Framsóknarflokkinn. Auðvitað er það, ég meina, miðflokkurinn er klofningur út úr Framsóknarflokknum sem frægt varð og Framsóknarmenn litu á þá svona sem óþægilega litlu bræður sem að núna eru komnir vel yfir þá. Þegar maður skoðar þessar 2 flokkar saman, Sjálfstæðisflokkinn og miðflokkinn, þá er þeir með undir 30% fylgi. Já. Og ef við ættum að sjá hægri stjórn í næstu kosningum, þá er þetta að vera stofnin í þeirri stjórn. Jú, ég held að myndir alltaf renna Framsóknarflokknum með samt. Já, en þá ertu nærið ekki 40%. Þá nærið ekki 40%. Og þóttu bæti við flokki fólksins og þá ertu bara komið upp í 46%. Já. Og hvernig ætlar að brúa miðflokkin og Viðreisn, það er vonlaust. Þannig að mikill vöxtur miðflokksins, maður geti séð eitthvað til að það er hægri sveifla í gangi. En það er ekki að sjá, fylgi kemur allt frá hægri. Það er ekkert að fara yfir miðjuna. Það er ekki hægri sveifla í þessari könnun. Nei. Ég meina, Samfylkingin er ennþá með þetta frumkvæði sem henni tókst hann á. Fjórðungsfylgi í flokkakerfi sem er að bera núna 7, 8, 9 flokka. Það er harla mikið og þetta er svona maður sletti á enskunni, it's theirs to lose, þessi kosningabarátta. Það var ein könnun sem ég veit, ég nefndi nú ekki við því hérna áður, sem var spurt hvern myndur vilja sjá svo forsætisráðherra, sástu hana? Já, ég sá það. Þá var Kristrún Efs með 24%. Já. Og mér fann ég hugsaði að mér finnst það frekar lágt, af því að hún er búin að vera svona afgerandi í fórustunni og ég hugsaði þetta er bara svipum stað og þegar Katrín Jakobsdóttir fer út. Þannig að þetta er ekki meira heldur en flokkurinn hefur sjálfur, því að eins og við sjáum að við erum með sterka leiðtoga, þá mælast þeir yfirleitt sterkari heldur en flokkurinn. Já, og oft er það nú þannig en það er nú erfitt að bera saman einhvern reyndasta stjórnmálamann landsins, Katrínu Jakobsdóttir sem hefur verið ráðherra og forsætisráðherra yfir langa tíð og svo áskorandan sem að er óreyndur við stjórn ríkisins. Þannig að það sem könnunin draga það fram. Að það er ekki komin þótt að margir reikni með að Kristrún geti náðu þessu sess, þá er hún ekki komin með hann. Nei, hún hefur náttúrulega ekki sannað sig við neina ríkisforystu ennþá, þannig að mér finnst, þetta kemur ekki óvart. En þegar að svona, að því að ég held ég nefndi við þig í 2 síðustu samtölum, að þá erum við að horfa á lönd þar sem að svona nýhægrið, svona algjöru fórustu í stjórnmálaumræðunni hægra megin og síðan eru bara miklu sterkari flokkar eins og við séð í Hollandi og Frakklandi, Ítalíu og raunverulega víðar, raunverulega er þetta staðan sem er í Svíþjóð og víðar.
og þetta getur gerst bara mjög snöggt Já. af því að sko það á engin kjósendur og þótt að Valhöll sé gömul stofnun í íslensku samfélagi þá getur fjarað hratt undan þessu. Mjög. Já. Og þú átt ekkert, þetta kemur ekkert óvart að eitthvað slíkt myndi gerast þér, að nýji hægri flokkurinn yrði bara umtalsvert sterkari. Það bara í samræmi við það sem við höfum séð í löndum í kringum okkur og þrátt fyrir að við lítum nú oft bara innaflan á sjálfum okkur og höldum að vegna þess að við erum eyja, að þá séum við sko eyland í pólitísku tilliti, en þá það nú ekki svo. Nánast allir straumar sem að eru ráðandi í löndum í kringum okkur koma á endanum til Íslands. Það stundur svolítið teygja á því og þetta miðflokksins, ég seti þann fyrirvara, ég vil kannski ekki flokkað á fullum fetum sem sko sambarilegan þjóðins populískan flokk og þjóðfylking Marine Le Pen eða flokkir Wilders eða eitthvað þessar, ég geri það ekki, treysti mér ekki til þess ennþá í það minnsta, að þá eiga síður sko þá höggva þeir í sama knérjun. Þetta svona, þeir fara í humátt á eftir þessu og þeir rísa á nákvæmlega sömu bylgju og svona, þú kallar að nýja hægri þegar við risið á í Evrópu og víðar, þá þetta sama bylgjan sem að leiða þá upp. Einhver getur sagt að Sjálfstæðisflokkur sé að gera sömu mistök og gamla hægrið gerði til dæmis í Hollandi að taka upp stefnu nýja hægrisins og auka lögmætið þeirra og enda síðan með því að nýja hægrið voru bara afgerandi forystuafl í hollensku stjórnmálum. Já, en það sko, það er hægt að líta á það þannig og fyllilega, en síðan eru dæmin í hináttina líka. Sko, breski íhaldsflokkurinn var komin í meiri háttar vandræði þegar að sko, UKIP í Bretlandi, sjálfstæðisflokkur Bretlands, þegar að þeir voru fannir að sækja að breska íhaldsflokknum og velgja þeim undir ökum og það bara hylti jafnvel undir að UKIP myndi taka stöðu breska íhaldsflokksins. Og breski íhaldsflokkurinn sko sneri sér þá að þeim, tóku upp stefnu UKIP í Brexit og öðrum slíkum málum og stalaði þrömmunni. Og rauninni gerði UKIP og þessar áskorendaflokkar sem hafa komið í kjölfarið að jaðarflokkum í Bretlandi. Eiga síður kannski kostaði það sama þá síðan seinustu kosningar í Bretlandi, en allavega til einhver skamms tíma að þá náðu þeir að skáka þeim út í hotn með þessari aðferð. Þetta tókst Mark Rutte ekki í Hollandi og Geert Wilders bara skáka honum út af borðinu. En það var náttúrulega kosningakerfið sem að hjálpa náttúrulega íhaldsflokknum. Algjörlega. Þeir voru varðir af einminnings kjördæmanum. Og maður gæti gagnrýnt íhaldsflokkin breska fyrir það að af því að þeir létu undan UKIP og Brexit og öllu þessu, að þá það upphafið að tapið þeirra. Ef þeir hefðu reynt að verja sig sem svona hægri miðflokk, að þá hefðu þeir ekki fengið UKIP og svo reform og þetta endar ekkert sko. Nei, þetta endar ekkert. Svo þetta alltaf bara... Ef þú snýður niður, þá bara ferðu þarna niður. Já, á endanum kannski gerist það, já. En við erum ennþá bara einhvern veginn í svona miðjum þessum sko kurvulbil í þeim málum að við erum ekki alveg búin að sjá út úr því ennþá. Og það liggur ekki fyrir uppskrift hvernig Sjálfstæðisflokkurinn getur varið sig fyrir þessu. Ég held að benda á eitthvað svona afgerandi dæmi að það er best að gera eins og þessir. Nei, út af því að dæmin eru staðbundin, þau eru svo bundin staðháttum á hverjum stað, þannig að formúlan er ekki alveg til. Og ég veit ekki, ég held að ég myndi ekki endilega vilja vera straddist í Valhöll akkurat í augnablikinu. Eða jú, kannski vegna þess að þetta er svo mikil áskorun að það er nú örugglega áhugavert að takast á við þessa stöðu, en verkefnið er flókið. Það er ekkert, svarið er ekkert einfalt. Ég meina, Sjálfstæðisflokkurinn, hann verður kannski bara að átta sig á því að hann hefur ekki hann ber ekki hann ægis hjálm yfir íslensku stjórnmálu lengur og hann gerði, og hann mun aldrei gera það aftur. Þessi staða er bara farin og
og það er líklega hættulegast af öllu fyrir þá að vera of fasta í því að reyna sko í örvæntingu að ná aftur stöðu sem er ómögulegt að öðlast á nýja leik. Bjarni vísa nú mjög til þess að þessi stærsti flokkurinn og hafi umboð og hann sé sá þingmaður sem er flest atkvæði og hann fer alltaf í þessa vörð sko, eins og maður sé að þetta er svona eins og Bretar eða Frakkar að vísa í sko heimsveldið sem er farið. En þetta er dálítið freistni vandi að lendi í þessu. Þetta er ágætis samanburður við heimsveldið sko, sem er horfið. En sko ríkið er áfram til og þarf að lifa sko. Og það er ennþá staðan með sjálfstæðisflokkinn sko. Þetta er þrátt fyrir allt burðarflokkur í íslensku stjórnmálum og verður það áfram, það er ekkert sem bendir til neins annars og þetta er eini stjórnmálaflokkur landsins sem að getur ennþá talist fjöldarhreyfing. En það liggur bara fyrir. Miðflokkurinn er ekki fjöldarhreyfing, það er bara stýrt af örfáum fólki. Stundum bara eins og hugmyndi í kolli eins manns. Þegar hann er að vitna í skynsemi, þá var hann náttúrulega að vitna í eigin skynsemi. En það er sama á við bara alla þessa flokka, Framsóknarflokkinn, Samfylkinguna, Vinstri græna. Eftir Kristrúnu sem komið miklu meira. Þetta er ekki fjöldarhreyfingar sko, í klassískri stjórnmálafræðilegum skilningi. Plúralískra flokka. Þetta eru það sem heitir í fræðunum kjarnaflokkar og það er bara einn flokkur í Íslandi sem er ekki kjarnaflokkur, heldur fjöldaflokkur og það er sjálfstæðisflokkur. Hann hefur ennþá nefndir og ráð að hittast og funda og koma saman, taka ákvarðanir sem forystan þarf að taka mark á. Þau verða allavega að hlýða á það sem flokksmenn segja, þau verða að taka inn eitthvað af því. Ég er ekki haldaði fram að þetta hafi sömu stöðu og það hafði. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins er lýðræðislegur vettvangur sem skiptir máli, það má deila hversu miklu máli, en hann skiptir máli og þessa stöðu hefur Sjálfstæðisflokkurinn og engin annar og þess vegna verður hann áfram þráttur allt burðarflokkur í íslensku stjórnmálum. Þá að því lýsir Sjálfstæðisflokkurinn svona eins og hann er, eða alltaf að hann ætti að vera, að þú sagðir hérna fyrr og nefndir hérna ummæli Bjarna í sambandi við innflytjendamál. Þar var hann að svara svona einhverju svona óljósu ástand í umræðunni. Hann var ekki að bregðast við samþykktum sem hafðu gengið í gegnum sko hugmyndarlega endurnýjun inn í flokknum. Þannig hann var í hlutverkinu, þá var hann bara eins og Sigmundur Davíð sem var bara að spila á almenningsáliti. Og það gera forystumenn alltaf. En það sem ég er að segja að það er ekki hægt að hunsa alfarið þessa vinnu, þessa lýðræðislegu vinnu sem á staðina flokksins. Leið og hann gerir þetta sem þú nefnir, þá verður hann líka að taka tillit til hins og ég held að hann sé líka að mæta þrýstingi innan frá úr flokknum og úr einhverju grasrós í þarna sko. En það er 13,9% er náttúrulega rosalega tala fyrir Sjálfstæðisflokkinn. 13,7 er það sem að Davíð fékk í forsetakosningunum. Þannig þetta er komið á eitthvað svona eldfimt svæði. Og ég var að ræða við Sigurjón Magnús bróður minn hérna pólitík í gær og þá var ég að benda á að það má heyra svona allt öðruvísi tal meðal sjálfstæðismanna flokkin og stefnuna og forystuna. Og ég var að taka svona dæmi af því að það eru alls svona góðsagnir í stjórnmálaumræðinu eins og að sé forystu hollusta í sjálfstæðisflokknum og meiri svona ægi og annað slíkt á meðan að í vinstrinu sé allir að gaspra hver upp í annan. En ef maður skoðar umræðina bara undanfarna mánuð og misseri og svo er náttúrulega til svona hægri podcast sem ég held að sé alveg að horfa á svona þjóðmál og fleira sem svona eitthvað fyrirbrigði, svona eitthvað allavega ígildi staksteina og eitthvað svona. Það sem er tala flokkin og forystuna. Stundum hljómar þetta bara eins og mannst eftir Alþýðubandalaginu í Reykjavík svona 1989. Þetta bara hljómar þannig. Jú. Það er engin sjálfstæðismaður sem stígur fram og styður flokkin. Það eru allir uppteknir af því að tala að hann sé ónýtur, hann sé í vinstri stjórn, hann sé að bregðast hugsjónum sínum, að forysta sé veik. Þetta er nú yfirleitt það sem gerist þegar að flokkar lenda í svona miklu fylgistappi sko. Þá er hver hendun upp á móti annari. Þá er hver hendun upp á móti annari og menn kenna hver öðrum og leita að sökudólgum á
slæma ástandi sem að menn upplifa, þannig að það er gömul saga og ný, sko. Það getur verið erfitt að vinda ofan að slíku ástandi. Já. Því þá þarf að koma einhver svona ný leið, eins og þess nýr formaður eitthvað annað slíkt. Og ef maður skoðar sko sögu í kosningum, jáfnvel bara í stofnanir flokksins, að þá þarna rótgróin sko flokkadrættir, til dæmis í Reykjavík. Flokknum ekki auðnast að hafa svona óumdeilda forystu í bæjarmálum hér í Reykjavík. Nei, það, sko, þegar ég var að skoða einhverja tölur á bakvið þessar könnun og þá þetta er niðurbrotin og nú kannski svona, en þá staldra maður við veika stöðu Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Og Reykjavík var nú alltaf höfuðvígi Sjálfstæðisflokksins og þetta var nú svona, þú veist, stóri borgaralegi flokkurinn í borginni líka og hann hefur glatað þeirri stöðu. Hann hefur auðvitað Sjálfstæðisflokkurinn hefur gagnrýnt Reykjavíkurborg linnulaust og hefur auðvitað mist stöðu sína í borginni. Það er komið 30 ár frá því að bara svona vinstri öflin tóku völdin í borginni og hafa haldið þeim svona meira og minna í þessa 3 áratugi og ég velti fyrir mér hvort að þessi stöðuga gagnrýni á Reykjavíkurborg, hvort að borgarbúar fari ekki bara að upplifa þetta sem gagnrýni á borgina sína og það fari sko, þá vinni gagnrýni Sjálfstæðisflokksins gegn markmiði sínu sem að auka fylgi og stuðning við Sjálfstæðisflokksins meðal borgarbúa, en borgarbúar fari að upplifa þetta sem gagnrýni á sín heimkynni fremur heldur en að þetta sé svona gagnrýni gegn sko öðrum stjórnmálaöflum í borginni, því að borgarbúar hafa þrátt fyrir allt skilað annarri stjórn fyrir borgina heldur en Sjálfstæðisflokknum í allan þennan tíma. Þannig að gagnrýnin kannski og hefur bara hægt og bítandi molnað undan Sjálfstæðisflokknum. Það sé bara einar kosningar þar sem þeir jöku fylgi sitt á milli kjörtímabila. Annars hefur hann bara verið að molna niður flokkurinn í 33 ár. Það er allavega þessi nálgun þeirra í borgarpólitíkinni hefur ekki skilað þeim til ætluðum árangri. Sem er taktík sem var notuð þegar þeir duttu í út meirihluta 78 í eitt kjörtímabil, en er kannski ekki góð taktík í 30 ár. Í 30 ár þá held ég að gagnrýnin flytist í hugum fólks af andstæðingum Sjálfstæðisflokksins og þeir fari að hætta að vera andstæðingar samfylkingar í borginni eða annara stjórnmálflokka í borginni, heldur fara þeir bókstaflega að verða í hugum fólks einhvers konar andstæðingar borgarinnar. Og það sem að sjálfstæðismenn reyna ofta að smyrja á flokka sem eru mikið í gagnrýninni, að þessi óstjórntækir, að það sé bara gaspur þarna inni og þessu séu raunverulega ekki treystandi fyrir völdunum, að það geti lent í því. Já. Og svo er það nú líka oft þannig að stundum sko þegar maður gengur götur Reykjavíkur og maður getur haft allar skoðanir á því hvort að það vel eða illa hafi tekist til við alls konar hluti í þróun borgarinnar, að þá er stundum gagnrýnin einhvern veginn eins og hún sé að lýsa annarri borg heldur en ég síðan sé þegar ég geng hana og þá verður þetta rof á milli þess sem sagt er og þess sem maður bara sér í kringu sér. Mér velti fyrir mér hvort að þarna hafi málflutningurinn kannski aðeins svona lent í erfiðleikum. Nú er flokksráðsfundur Sjálfstæðisflokksins nú helgina. Já. Bjarni mætir og hann með ömurlegt veganesti. Þetta er náttúrulega fundur sem ættir náttúrulega að vera fundurefni, sko, heyrðu hvað eigum við að gera í þessu? En gleymdu því ekki, að Bjarni Benediktsson mætir þarna sem forsætisráðherra. Það er það sem mestu skiptir. En þegar hann var forsætisráðherra, þá mældist flokkurinn með þó 18-90%. Hann er komin í 13 núna. Já, ég veit það. En hann er samt forsætisráðherra. Og skiptir það máli inn í flokksráðs? Ég held að það skiptir máli. Að það sé ekki viðeigandi að gagnrýna forsætisráðherra flokksins? Ég meina, hvert er hlutverk stjórnmálaflokks? Það fer bara alveg ofinni leggjum til hliðar hugmyndina hugsjónir og stefnumál og allt þetta sem skiptir auðvitað miklu máli, en eigi að síður þá er stjórnmálaflokkur tæki til að ná og halda völdum
og hann við völd og núna hefur hann aftur komist í forsætisráðuneytið og það í sjálfu sér árangur. Síðan getur þú sagt að þetta ekki nægilegur árangur með við það að fylgið sko á fallanda fæti, eiga síður það. Þetta gamla dæmið að við læknuðum sjúkdóminn en sjúklingurinn dó. Það það sem VG með og Sjálfstæðisflokkurinn bara að mæta á það. Já, þú getur... Við erum með völd en við lifum það ekki af. Þú getur lýst í þannig að sjálfskaðinn við að ná árangurum sé það mikil. Og gagnrýnin inn í Sjálfstæðisflokknum að við náum ykkur árangri. Sko. Allt sem að við myndum vilja, að það gerir þessi ríkisstjórn ekki. Allt sem að við viljum að ríkisstjórnin gerir ekki, það gerir hún. En sem sagt, stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins og flokksmenn Sjálfstæðisflokksins, þeir vilja að Sjálfstæðisflokkurinn sé við völd. Þeir gera tilkall til þess að Sjálfstæðisflokkurinn fari með ríkisforystuna, þessi formaður Sjálfstæðisflokksins sem í stóli forsætisráðherra. Öllu þessu hefur Bjarni Benediktsson skilað. Síðan eru öll hin vandræðin líka sem að þarf að taka tillit til. En ég ekki að gera lítið úr vandanu sem stendur frammi fyrir. Ég bara benda á að það líka hægt að skoða þetta frá þessu sjónarhóli. Það verður síðan landsfundur á öllu óbreyttu snemma á næsta ári. Fólk menna að vera að velta fyrir sér hvort að verður breytingar í forystu. Það verður ekki breytingar í forystu Samfylkingarinnar eða Miðflokksins fyrir næstu kosningar. Það verður breyting í forystu VG líklega. Mögulega Sjálfstæðisflokksins. Ég býst við að þó svo að Sigurður Ingi hefði verið kjörinn formaður núna, var ekki snemma þessu ári, sem á að duga fram yfir næstu kosningar, þá býst við að sé einhverja vangaveltur inn í Framsóknarflokknum. Maður hefur allavega ekki séð þær koma upp á yfirborðið í neinum mæli. Ég held að hann sé nú nokkuð öruggur enn í sessi. Og það sé klókt hjá Framsóknarflokknum að stilla honum upp aftur. Ég er að tala svona það sem að herráðsfundir og það sem að árangur Samfylkingar og Kristrúnar þannig að þá eru á öllum þessu fundum einhverju að segja við getum alltaf verið að stilla okkar gamla kalli upp á móti þessu, getum við ekki komið með eitthvað ferskara. Já, svo líka þetta að segja ef allt hitt nýtt að þá gott að einhver sé gamal reyndur og svona lýstis Framsóknarflokkurinn sér ekki alltaf sem klettinum í hafinu þannig að það finnur kannski eftir hver þú ert líka. En líkundir á því að Bjarni Benediktsson leiði í Sjálfstæðisflokkinn í næstu kosningunum? Já, nú við bara komin út yfir eitthvað það sem maður getur alveg séð fyrir. Ég myndi segja að hann í þröngri stöðu til þess að leiða flokkinn í næstu kosningum. Ég meina en svo bara, stjórnmálur listins mögulega og þetta staða dagsins og svo getur hún verið breytt á morgun. En ég myndi bara halda með hversu lengi hann hefur verið með við alla stöðu sem uppi komin að það sé allavega þristingur innan flokksins að skipta formann. Ég gerir ráð fyrir að verði skipt formann á Vinstri grænum. Ég bara svona les spilin þannig að það verða einhverjir nýjir forystumenn í næstu kosningum Þar held ég að sé innandyr að vilji við getum kallað grasrótina, það sé bara hópur inn í flokknum sem telur að nú sé lag að ná flokknum. Þannig að það sé menn ætti ekki bara að vera að horfa á þetta verið annarkvort Guðmundur eða Svandís. Ég held að þar sé byrjað að undirbúa hugmyndunum að þurfa bara að koma með ferska forystu innan við grasrótinni. Því að þau geta ekki mætt í næstu kosningar með ráðherrana og segja það að við megum aldrei aftur búa til svona ríkisstjórn eins og við gerðum síðast. Já, nú ég ekki í Vinstri grænum og veit ekki hvernig samtala á sér stað innan borðs þar og það nú þó maður sé stjórnmálafræðingur og þá sér maður nú ekki inn í þessa flokka svo vel utanfrá en ég myndi svona út frá þeim takmörku upplýsingum sem ég hef að þá myndi ég halda að Svandís Svavarsdóttir sé augljósasti næsti formaður Vinstri grænna og mér finnst það bara mjög líklega en aftur á móti að þá það bara þannig að það geta alls konar hræringar verið að stað innan flokka sem maður sér ekki utanfrá en utanfrá séð þá sýnist manni það og ég sé alveg orðræðuna hvernig hægt að flytja hana fram, hvernig hún getur alveg búið sér nýja braut
inn í næstu kosningar sko. Mér finnst það ekkert sérstaklega flókið fyrir hana sko. Hún hefur trúverðuleika bara í gegnum sína arfleið, ekki það ég ætla að gera hana endilega einhverju dóttur föður síns að þá á samt ekkert langt að sækja svona þú veist rótina í málflutningi Vinstri grænna þú veist svona og í róttæku málflutningi vinstri sósíalista þá á hún alveg að geta gert það sko. Eftir 8 ára veru í ríkisstjórn Já, ég held að ég heyri alveg þá orðræðu og hvernig það gæti mögulega verið sett fram sko. Mér finnst það ekkert mjög flókið. Það eru spennandi tímar í pólitíkinni og gaman að fylgjast með könnunum á næstu misserum. Það er ekki fundið botn í falli Sjálfstæðisflokksins. Það er ekki fundið glerþak í vexti Miðflokksins. Mögulega var glerþakið í vexti Samfylkingarinnar þarna einhvers staðar í 29%, síðið þar. Já, það er það er hellinga möguleikum á hreyfingum ennþá. Sko Smári, ég held að þessi eitt sem er alveg örugt sem við getum slegið föstu í þessu samtali núna og það er ekki mörgu sem hægt að slá föstu en því getum við slegið föstu að þessi mynd sem við erum að horfa á í þessari könnumaskinu er ekki svo sem að kemur upp úr Kjörkvarssonum. Það margt eftir að gerast og okkur er gaman að horfa á ána líða hjá og á því hana. Akkurat. Komuna Eiríkur. Þetta var pólitíkin en við ætlum að vera áfram í pólitíkinni, við ætlum að fara til Gaza. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Þá er komið að því að fá fréttir af Gaza og fréttarítar okkar Maggastína er mætt. Hvað er að frétta núna? Já, það er náttúrulega kannski helt að frétta sem fréttarítar átt ekki sagt frá því að eyðingar eru hafnar á Vesturbakkanum. Þar sem að Ísraels her hefur hafið stærstu aðgerð sem þeir kalla á hernumdum svæðum Vesturbakkans bara í 20 ár að sagt er. Og það eru 100... Og með hvaða markmiði? Að vekja skelfingu og ótta eða eru þeir að ryðja svæði fyrir nýjar landamærabyggðir eða hvert? Já, það var sem sagt þykist þeir vera að ganga til bols og höfuðs og Hamas? Þeir eru bara, þetta er áframhald bara á þessum þjóðurnishreinsunum hinum við þessi, sem sagt það var Katz heitir hann sem er heitir hann ekki bara Ísrael Katz, utanríkisráðherra sem að hefur opinberlega kallað eftir því að Palestínumenn á Vesturbakkanum verði reknir á flótta með sömu aðferðum á Gaza og þetta er eitthvað sem hann gefur út bara opinberlega því hann segir að við þurfum að takast á við ógnina nákvæmlega eins og við tökumst á við hryðjuverka mannvirki á Gaza. Þar á meðal með því að flytja á brott tímabundi palestínska borgara og þau önnur skref sem þarf, sem nauðsynleg eru. Þetta er stríð allt, segir hann, og sem að ég áttam ekki alveg á orðanotkuninni, this is a war for everything. Og við verðum að vinna það, segir hann. Þannig að það er meir en 650 palestínumenn verið, líka börn og bara almenni borgarar verið drepnir bara frá því október síðastliðinn á Vesturbakkanum viðbót við þessa 40 og eitthvað þúsund á Gaza. Það hefur virkað eins og að sé svona tilviljunarkenndar erjur ef maður vill orða þannig. Já, sem en núna er komið eitthvað svona skipulag þannig að það hefur verið að ýta af stað einhverju fólksflutningum. Já, það er bara nákvæmlega sama aðgerð. Það er reynsa Vesturbakkan líka? Já, það er það sem liggur fyrir. Og bara til þess nota þeir sömu tól og áður. Það eru bara vopn frá Bandaríkjunum og Evrópu og Kanada. Lítur svo á að aðgerð þeirra á Gaza séu ekki að grafa undan þeim eða að alþjóðavettvangi til þess að geta komist upp með þetta. Nei, en það er það ekki svo. Það hreyfir engin mótbárum og við erum neitt til þess að horfa á þetta. Þetta er eiginlega svona spurningum að við höldum bara af stað við almennu borgarar Vesturlanda. En þessi markmið er algjörlega
skýrt að því að utanríkisráðherrann segir bara þetta séu þjóðernishreinsanir og þú veist og þeir hafa náttúrulega ekkert og það verður ekkert sko á það logi þeir hafa verið mjög hreinskilnir og hreinskiptnir með sínar yfirlýsingar þú veist og fasista sko þessi fasistastjórn hún fer ekki í grafgötu með það sem að fyrirætlan sína. Já, það var eitt af því sem kom fram hjá Alþjóðadómstólnum því að eina forsendunum þess að sé hægt að segja þessi líklega, mögulega þjóðamorð í gangi. Það er að það sé skipulagt og þá vísuðu þau í ummæli sko ráðamanna. Já, akkurat. Sem eru svipuð þessi. Já. Og þetta er þetta er ekki múr eða þetta er ekki eitthvað sem frá böndunum, þetta er ekki einhverja hernaðar aðgerði sem óvart verða til þess að leiði til dráps á óbreyttu borgurum, það fer ekki fram hjá neinum að það í gangi. Já, og sama líka að koma fram að þetta sé raunverulega skipulagt frá grunni. Já. Og það er þarna í þessu tilfelli líka sko, þeir eyðileggja allt þeir eyðileggja vegi, þeir eyðileggja orkuinnvið, eyðileggja vatnsleiðslur, eyðileggja heimili jafnaði bara við jörðu til þess að hleypa þessu þjófahyski að og það er geriðing bara alger þú veist, skipulögð einmitt geriðing og við vitum hvað það þýðir. Og þú möttur að segja vegna að þetta haldi áfram eiginlega vegna þöguls samþykkis Vesturlanda og bara félagsstöðningi. Já, ég meina það er það og ég meina ekki bara ekki þögul samþykkis heldur í raun og veru sko þeir sem að útvega þeim vopn til gjörðana eru náttúrulega höfuðgerendur í málinu. Í raun og veru mætti sko segja að Ísraels her væri sko svona vinnuafl hjá Bandaríkjunum til dæmis sko við þetta þjóðamorð og Þýskalandi og fleiri. En Alþjóðadómstólinn sem að segir þeim að hætta að það verði að stoppa þetta, verði að koma fólkinu til hjálpar. Það hefur líka farið í gegnum öryggisráð Sameinuðu þjóðanna einhvers konar krafa vopnahlé. Já. Það gerist ekkert, þannig að það skiptir engu máli hvað alþjóðastofnanir segja. Nei, það skiptir engu. Enda líka eiga bara þar sem að þeir sem eiga peningana, þeir á það. Það hefur aldrei verið skýrara í heiminum í dag. Og það er alveg sama hvort að þú veist almenningi er boðið upp á að horfa á stríðsglæpi skilurðu allan daginn og allan nætur eða ekki sko og hvort fólk sko deyrist og 50 manns eru drepnir á dag í marga mánuði þú veist að það hefur ekkert að gera þú veist og skiptir þetta fólk ráðamenn heimsins bara ekki nokkru einasta máli sko. Það sem að fer svona í taugarnar á þeim auðvitað er þetta sko það sem fer í taugarnar á Ísraels stjórn og Ísraels svona Ísraels partum á sér er að það eru þetta mótstaða og þessi resistans frá Palestínu því að þegar þú ert búin að sko vera með fólk undir hælnum á þér í marga áratugi og það gengur svona jafn illa og raunber vitni einhvern veginn að kremja það alveg að þá verður þetta pirraður sko þú veist, og það er það sem við sjáum sko þess vegna sjáum við þetta sko þú veist þetta svona þessa grímulausu ílsku þar sem að þeir sko þú veist þetta er algjörlega hamslaust ofbeldi og það var til dæmis sko sem var svona farið einmitt bara út í svona leiðilegri atriði sko leiðileg sem að fara þess út í leiðilegri atriði sem þjóðamorði þá er það sko til mér svona Human Rights Watch það verður í sambandi þessar pyntingar sem hafa þetta verið á sko öllum gengið ljósum logum á miðlum undanfarið nema sömu miðlum það verður ekki eiginlega hyrst til dæmis það verður ekkert verið fjallað út þessar pyntingabúðir Ísraels í hvorki útvarpinu sjónvarpi ekki hér á landi sko og þegar ákallað Alþjóðadómstólinn til rannsóknar á þessum pyntingum þessum viðurstyggilegu pyntingum það eru nálægt í að vera 10.000 palestínski fangar í fangabúðum í Ísrael eða hann í eyðimörkinni einhvers þar hann rétt hjá og
þar sem að, þú veist, einhver svona viðstyggilegasti tortúr fer fram sem að, sko, mannshugurinn getur kannski ekki ímynda sér. Nú það og það að hafa heilbrigðisstarfsmenn voru teknir höndum við vinnu sína og og þeir hafa verið að lýsa þeim pyntingum sem að þeir hafa gengið í gegnum. Þeir eru kannski svona betri til þess að lýsa því, sko, af því þeir eru heilbrigðisstarfsmenn. Og þar sem að þeir eru barðir hverja einustu mínútu á öllum stöðum á líkamannum, þar sem þau fá raflost, þar sem þau eru beittir kynferðisofbeldi með, þú veist, nú er ég að æfa mig, sko, því ég get varla sagt þetta. En það verður að segja þetta. Þeir eru með hóp nauðgað með rifflum. Þetta svo ógeðslegt að og sko fyrir utan alltaf bara að þeir hafa verið aflimaðir þegar þeir eru í haldi og þá það vegna þess að þú veist að þeir eru með handjárnin, sko, svo, þú veist að það eru orðnar, þá sérstaklega hönd, þá bara verða þeir fyrir, þá það bara höggva þeim hendina til þess að Höndin orðin ónýtt út af að búið að eyðileggja blóðfæðið. Þannig að hendunar að rotna á þeim lifandi. Og svona, svo er náttúrulega bara þetta viðmót þeirra sem taka á til fanga, sem sparkið og stanslaust með stáltám. Þeir eru látnir horfa á samfanga sína. Sko algjörlega tortúrera það, sko, til helvítis, þú veist, og þetta og vitneskjan þetta hún er fyrir hendi og hvað gerum við? Þetta kemur ekki fram í það sem einu sem var kallað útvarp allra landsmanna en sem í dag ég hef ekki heyrt sko útvarp allra sjálfstæðismanna eða eitthvað. Já, ég segi bara, þú veist, ég vona að ég hafa rangt fyrir mér. Já, en í útvarpi allra landsmanna ég hef ekki heyrt orð, sko. Og þetta þá erum við að tala skilur þetta er svona þykir alveg fréttnæmt, sko. Nei, bara svona, ég segi svona. Já, út allar heim. Þetta er sagt frá þessu út allar heim, svo þetta sé ekki kannski sagt frá þeim í sama hætti og maður myndi ætla út á alvarleika málsins. Akkurat, sko, og þú veist, og þetta er svona þessi systematíska niðurlæging, sko, sem er þessi andlega niðurlæging og ég meina, það bara er endalaust, sko, þeir fólk klætt í bleiur áður en það fær raflost, sko, þú veist, þetta er bara, þetta maður þarf að æfa sér svolítið í að lýsa svona hlutum, sko, það er ekki auðvelt og Þetta er aðferðir sem Bandaríkjamenn hafa notað í Írak, lágu út myndir þar sem þeir voru að pynta fanga með svona hætti, mjög svona kynferðislega og svo voru þeir náttúrulega með pyntingabúðir út allan heim, utan sinna lúksu. Guantanamo og áður en að menn komu þangað, þá var þeir viljað búið að pynta þá hist og her heiminn, utan laga og réttar. In the land of freedom. Þetta er bara þær aðferðir sem að þetta ríki beitir brúnu fólki. Já, það er það sem að er, sko. Það er brúnt fólk. Þú veist að tala að Íslandsmenn þoli ekki andstöðu palestínumanna og við erum nú rættað það áður að þegar maður ræðir við palestínumenn þá talaður að nú sé bara sigurinn í höfn af því að sko ofbeldið gagnvart þeim er orðið svo mikið að það get ekki farið lengra og maður skilur ekki alveg þessa niðurstöðu en maður skilur heldur ekki sko hvernig Ísraelsmenn sjá fyrir sig niðurstöðuna að ef þeir kalla hópa fólki einhverja kakkalakka og hegða sér gagnvart þeim eins og þannig búast þeir við því að allt í einn daginn segir palestínumenn já ok, við skulum bara vera kakkalakkar fyrir ykkur og beygja sig undir það. Nei, það er náttúrulega munið þeir aldrei gera. Palestínumenn munu aldrei gera. Það er bara að sko Ísraelsmenn búist við því sem niðurstöðu. Ég hugsaði kannski þeir vonið það ef að fólk eins og sko, fólk sem er komið að þennan stað sem er tilbúið til þess að beita fólk slíku ofbeldi eins og þetta fólk, þetta er svona ég myndi segja, er þetta ekki svona fólk sem er kannski haldið einhvers konar drápsfíkn og satista Það er mörg dæmi það að hvað það er eiginlega sorglega stutt í þetta ástand og við þekkjum það til dæmis frá Júgóslavíu þegar samfélagin voru brotnað upp þegar það nötu ekki lengur svona verndar svona yfirríkis að þá snérust svona þjóðirnis meiníakar
að nágrunum sínum og bara nauðguðu þeim og myrtu þá og þetta er eins og bara... Töldu því hafa allan rétt til þess. Og það er auðvitað í mannlegu eðli, þú veist, og það er eins og hann, hann Chris Hedges, stórvinur minn úr tölvunni, sagði svo réttilega, there is a razor thin. Þú veist, þetta er bara, við þurfum alltaf að vera að berjast við þetta, sko, í okkur. Og við verðum að viðhalda mennskunni því annars föllum við fram á. Já, og það er auðvitað bara, viðhalda réttlæti, viðhalda mennsku. Þess vegna er þetta ákall raunverulega að samfélög heimsins bregðist við þessu. Já. Ef það er ekki bregðist við þessu, að þá munir það bara halda áfram og stigmagnast. Já, sko, horfum við upp á eitt þjóðarmorð. Og samþykkjum við öll. Já, og þá erum við eiginlega að samþykkja það að líf fólks sé einskisvirði. Já, og aftur vitna ég viðkomandi. Og þar með okkar. One day we will all be Palestinians. Þannig er það bara. Þetta er sko, já, þetta er mjög svona, þetta er mjög hættulegu staður sem við erum á núna, sem mannkinn. Og hann er hræðilega sorglegur. Hann er þetta er sko, þetta eru fleiri og fleiri að vakna til meðvitundur hversu hræðilegt það er sko, en við erum náttúrulega búin að vera þessi ögurstund, hún hefur sko tekið svona fulllangan tíma fyrir mér og Ég held reyndar að við séum að við verum að horfa kannski aftur nú talað Víetnamstríðið það sem að var verið svo, það var svona verið að myrða fólk, þú bandir ég menni því að bara hvolfa yfir fólk logandi napalmi og brenna það lifandi og ætlaði að útrýma því. Já. Þá fannst, eins og í sögunni, ég var náttúrulega bara barn á þessu tíma, eða svona, já. Að þá var eins og að væri svona meira þol á meiri segla á vesturlutu til þess að berjast gegn þessu. Það voru fjölmiðlarnir voru á staðnum og sögðu fréttir, meðan að núna virðist þetta vera fyrst og fremst bara fólk sjálft að segja fréttirnar. Það voru háskólasamfélögin, var stjórnarandstaða. Núna er allur þingheimur í Bandaríkjunum klappar fyrir morðingjanum. Já, allur þingheimur sko bara niður á Austurvelli situr bara eins og hann sé kafdópaður sko og hann er sennilega bara fá svo sér glas. En þarna sko en það sem að fólk hefur verið svona að ræða það að þetta er auðvitað allt svona þessi heimsveldastefna Bandaríkjanna er auðvitað það sem er sko liggur til grundvallar ég meina þeir eru sko horfir á þetta bara þú veist það er allir fjallhressir í þú veist og nú er þetta bara á að herja á miðausturlönd bara leggja þau undir sig Ísrael vinnur fyrir þá þar Úkraínu bara Úkraína vinnur fyrir þá hinum já það var bara forneilu þjóð í það já ég meina bara láta heilu kynslóður Úkraínumanna bara drepast með einhvern sko í einhverju svona stórvelda hugmyndum það að þá verði Rússland veikara og það verði hægt að kljúfa milli Rússlands og Evrópu og endanum er þetta líka þú veist þetta er svona þú veist þetta er svona þessi yfirburðahyggja sem er sko fullkomlega ógeðsleg og óþolandi og þú veist ég sem ekki gera fyrir neitt nema bara vopnaframleiðendur þú veist og ég sko Það er ekki vopnaframleiðendur á Íslandi? Nei, við erum bara svona sko íslensk stjórnvöld eru bara hundar svona, þeir gaman að vera bara í bakvið búllíinn á skólavalóðu Já það er bara, þú veist, eitthvað stæð kildan og svo segja við skál bara Það er Margatína við segjum þetta gott í dag Takk fyrir að koma hingað Takk fyrir aftur á mándaginn Sjáumst á og þeir eru með þátt í dag Það var allavega Þetta var á Palestínu Já Þú og Sara Stefhildar Já og þið fáið gesti Við viljum fá Steinunni Gunnlaugsdóttur myndlistakonu sem er með sýningu í glugganum hjá okkur og Þóri Jónsson Hraundal sem er miðausturlandafræðingur og vinnur í háskólanum sérstakur sérfræðingur Íran Já þannig að hann sko þau ætla svona og hann hefur svona hann stóð fyrir svona fyrirlestraröð og þú veist svona nokkurum aðgerðum innan háskólans á síðasta vetur og ætlum að tala við þau þetta
Laka til að hlusta á þau. Kærlega ekki. Takk. En ég seti þetta áfram og reyni að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Já, við höfum svolítið verið að ræða einmannaleika hér við Rauðaborðið svona undanförnum vikum og ætlum að halda því áfram núna og hingað er komin séra Bjarni Karlsson sem er prestur og guðfræðingur á sálgæslu og sálfræðistofunni Haf. Já. Verður velkominn. Takk. Gaman að fá þig. Það sem að maður velti fyrir sér eftir svona þessi samtöl okkar við fólk einmannaleikan. Hvort að við séum í svona einmannaleika faraldur í samfélaginu. Já, þú segir nokkuð. Sko, ég veit að ekki hvort að, við getum, bara já og nei og alls konar. Við erum, ég held að einmannaleiki sé bara háski sem að bara það að vera manneski þýðir það að þú ert útsettur fyrir einmannaleika, það var alltaf verið þannig. Og þörf fyrir félagskap. Já, við erum einmitt, bara maður manns gaman stendur í biblíunni, já, eða hafamálum og annarkvort eða bæði og þannig að ég er alveg viss um það ef við hefðum setið þetta fyrir 100 árum og verið að ræða nákvæmlega þetta þá líði öllum eins og þetta væri faraldur og einmannleikin væri að hefja einræði sína ég í mínum huga út frá því sem ég skil nú eða miskil stór hluta öllum að meinta skilning er alltaf miskilningur Uppaf alls skilnings er miskilningurinn sagði held ég Guðbergur ekkert Já, einmitt og við þurfum ég var að hugsa þetta að því að þú talar sem spasma komið og talar og ég var mjög fegin að þú talar því að þetta liggur á mér þetta virkilega liggur á mér og að því ég er alltaf að bæða hitta fólk sem að er að glíma við einmannaleika og ég man það ég á svona minningu einmitt sem er stundum rifja upp og lýsi fyrir fólkið. Ég man eftir mér ég var 18 ára, ég var þá gekk leið 2 inn í Vogahverfi þar sem ég átti heima. Grandi vor. Já, inn í Voga. Já, Grandi vor. Já, Grandi vor. Minnstrætó. Gamli góði. Og ég man við, og strætó var að ganga, ég satt einn í strætó, innan fullt af fólki og strætó var að ganga austur Hverfisgötuna eins og hann gat þá og rann framhjá Þjóðleikhúsinu sem að rennur þar þá bara lýstur yfir mig þetta bara þessari spurningu á mann að verkja af einmannaleika er þetta eðlilegt og ég var ekki hissa þó ýmsir áheyrundur okkar ættu akkurat þessa undrun þegar bara sálarverkurinn ofbýður og er orðan líkamlegri þraut og í mínum huga var þetta mjög eftir á þegar ég horfi yfir svona mitt þroskaferli eða vanþroskaferli að þá var þetta mjög mikilvægt fyrir mig að þekkja þennan stað og ég held að svona sem sálgætir og líka sem siðfræðingur nefnilega mínu því að ég er búin að vera að glíma í siðfræðinu og þar liggur mín svona akademiska pæling en í sálgæslunni mín þar liggur mín list og faglega list og ég held frá þessum 2 fögum þá hefur svona dagað upp á mig og það er kannski ákveðin lausn kannski eitthvað nýtt inn í þessu umræðu að ég held nefnilega að einmannaleiki sé tengdur þessu fyrirbæri sem er skömm í manneðlinu skömmin
og hann hefur verið margt ritað og margt rannsakað og margt rætt og skoðað og einhver En áttu við að við berum okkur ekki upp af því að við erum með eitthvað skömm og þar verðandi einangrust við Já að það sé ekki verið að loka okkur frá, heldur loku við okkur frá. Já, og skömmin svona, ég sé hann alltaf fyrir mig svona eins og svart, svona botnfall, eitthvað svona neðarlega í kviðarhólinu, svona þeir reyna að skilja hana líkamlega og svona hvar hún liggur í okkur, þetta svona eins og svart segfljótandi botnfall, sem svona eitthvað svona undirliggjandi, hún mismikil hjá okkur, misáleitin, misseig eða fljótandi og og það þessi tilfinning fyrir því að vera sennilega afgangs, vera sennilega geta mætt afgangi og hvaðan kemur þessi ótti, þessi tilfinning, jafnvel vissa já, ég verð ef ég eignast eitthvað þá það tekið frá mér ef ég elska þá verð ég svikin ef mér hlottnast eitthvað þá mun það renna mér úr greipum þessi ótti þessi sem að jafnvel getur orðið að sannfæringu höfnun sem að sé raunverulega bara mín kjör þarna liggur skömmin og hún er og svo þarfst ekki annað en að vera bara þú bara í bónus bing, bing, bing og afgreiðslu barni á meðan maður ennþá fekk afgreiðslu búið að segja góðan daginn nú það búið nú maður bara hérna en sögum sem segja eigðu góðan dag já, það er yndislegt og hérna, en þegar kemur þetta moment að persónan sem afgreiði segir það höfnun á kortinu og hvað gerist horfir á vörðan þarna fólkið sem býður horfir á þig og svo heyrir þitin þegar þú hrapar innan með sjálfum þig það höfnun á kortinu og við erum svo mikið við þurfum jafnvel ekki meira en þetta til þess að skynja einmannalega skömm og hvaðan kemur þetta tilfinningi fyrir því að vera einhvern veginn ónógur og það sé örugglega eitthvað varðandi mig og sérkenni mín og aðstæðu mín og fjárhag mín og heilsu mín og tengsli mín og jafnvel lífsskoðanir mínar og venjur sem að ekki hæft til opinbera birtingar og mig grunar bæði af lestri og líka af reynslu og eiginreynslu og af samtali við fólk í áratugi að einmannaleikin standi eigi margvíslega rætur inn í þessu ástandi sem í eðli sínu menningarlega skilyrt vegna þess að við lifum í menningu sem að hefur við erum búin að komast þær niðurstöðu að við skulum hafa þjóðfélag sem þannig að við erum búin að kveða upp úr með það að vera ábyrg manneskja það þurfa ekkert frá öðrum og já, hversu mikið gróðra stíga fyrir einmannleika það? Hversu eftirsóknarvert það? Já, ef það vera ábyrg manneskja það að ég þarf ekkert frá öðrum þetta uppskrift af einmannleika að því að við þurfum, akkurat það sem skilgreinir okkur það frá fæðingu til dauða, frá upphafi lífs til hinstu stundar þarf ég á öðru fólki að halda en svo lifi ég í menningu sem segir mér, nei, Bjarni minn þú verður að vera ábyrgur, þú þarft ekki á öðrum að halda ef þú gerir það, þá ert þú að bregðast En þú gætir uppfyllt það á svona tilteknum þáttum í lífinu en kannski ekki þeim þáttum lífsins sem að skipta máli það þarft alltaf að öðrum að halda Já Þegar þú getur ekki verið og svo þá ertu að reyna að lifa einhverju lífi sem eiginlega svolítið svona bara aftengt lífinu Já. Þetta eitthvað með að halda til þess að borga bílalánið þitt eða eiga fyrir bensíninu eða þú veist gera hitt og þetta en það er ekki fullnægjandi líf Það er ekki fullnægjandi líf og bara áðan ég var bara að fara á stofunum minni þá voru þar menn úti að laga malbyggið út á götu ég þarf á þessu fólki að halda þetta er hluti af vegakerfinu okkar og ég þarf á við þurfum að komast á milli staða og það er fullt af fólki sem vinnur við það að tryggja svo megin og fara við erum hérna með rafmagn
og sko við það hérna tæknimaður að vinna, það er alls konar, það er svo margt sem þarf til þess að við getum tveir verið að tala hérna saman og við þurfum endalaust á öðru fólki að halda og þess vegna er má kannski segja að sko einmanaleiki tilfinningi fyrir því að vera einn og yfirgefin kannski er hann að hluta til menningabundin skynvilla ef því að ég er ekki til nefn í tengslum sko líffræðilega og félagslega. Við erum hópdýr. Við erum hópdýr og Við erum aldrei orðið heil nefn í félagi með öðrum. Nei, og við erum ekki til nefn í félagi með öðrum og þess vegna... Við erum aldrei stækkað nefn í félagi með öðrum, það er bara okkar eðli að vera félagsverur. Já. Og ef við vissum ekki það að sko, ef við sætum bara hérna og ættum ekki þá vona að einhverjur myndu vilja heyra okkur. Eða í samtali okkar verði til ykkur sem að við hvorur getum komið með einir að borðinu. Já, nákvæmlega. Milli okkar verður til eitthvað sem er... Já, eitthvað sem að kveikir hjá öðrum og þetta er svona ef við tríðum því ekki að við værum raunverulega að taka þátt í samtali með fólki á þessari stundu þá væri þetta líka einmanalegt samtal. Sko... Þá verður bara þú að segja það sem að þú vilt og ég myndi segja hvað ég vil. Já. Þá verður eins og við erum að semja inngöngu í Evrópusambandið. Já, af því að, og það er okkur að þarna sem að ég, sko, og þess vegna, þetta með skömmina, og þegar kemur á skömminni í lífinu okkar, af því að það sem vekur okkur skömm er annars vegar, sko, ekkert annars vegar, bara það er svo margt sem byggir upp fyrirbærið skömm, þetta pottfall, ef við semjum það hérna, sko, að segja, sko, heyrðu, semjum að sjá fyrir okkur skammar tilfinningur eins og svart seigfljótandi pottfall í sálarlífinu sem að og svo þarf ekki kannski annað en að einhver segi við þig í afgreiðslu kortinu þín er hafnað þá þyrlast þetta alveg út í fingurgómana bara tilfinningi fyrir því að vera no good for nothing að því að það er eitthvað sko, það geti ykkur haldið ég ætti ekki nóg að peningum og sko þessi skömm og í hverju hún getur verið tengt fjárhag okkar, hún getur verið tengt heilsu okkar, hún getur verið tengt sko tiltrúnni sem aðrir hafa á okkur og ímynd okkar í hugum annar og svo framvegis svona er endalausir svona kapital, ytra kapital sem að hérna skömm okkar eða hróður sæmdarljómin sem við vonum við höfum skömmin og sæmdarljómin sko að þetta einhvern veginn vegur salt á svo margháttuðu svona kapítali alveg yfir í það að vera bara sætur og sexy sko. Þess að þegar hann hrópar út í salin hann hérna Helgi Björns er ekki allir sexy þegar hann hrópar út í salin skilji að því hann er poppari og guðsnáð hérna, hann er akkurat að hitta á sálastreng þetta er eitt kapítali, það vilja allir vera sæt og sexy hann er að blessa fólkið já, að því að þá segir lífið svo mörg já og þannig að skömmin og svo er skömmin líka tengd einmitt og sæmdarljómin og þrá okkar eftir að vera með hún er svo tengd líka félagslegum tengslum það að geta hringt í vin sko. Og þess vegna er einmanaleiki þessi tilfinning af því að vera sko einn og yfirgefin hann er lamandi vegna þess að skömmin er lamandi og eitthvað helsta verkefni okkar í lífinu held ég sem þroskaðara, sko ef við viljum í alvöru þroskast og svona halda áfram í lífið okkar og vera ekki föst í sko ef við viljum reyna að synda ekki svona eins og gullfiskar hring eftir hring í tærandi vatni sko eða einhverjum skítugum polli sko ef ykkur langar að leyfa ykkur að koma til okkar og svona eins og segir ganga fram til góðs eða whatever þá þurfum við þá er eitt stærsta verkefni okkar, eitt stærsta verkefni mitt svo ég tala fyrir sjálfa mig og yfirfæri þá að ímynda mér það fyrir aðra það að ná að breyta lamandi skömm í skapandi hryggð þannig að þegar ég skynja að óttast að vera eða skynja svo sé ég hef verið einhverju sviftur
eins og lífið gerir, lífið tekur svo margt frá okkur, sko. Og ef ég túlka það þannig að ég tek því sem skömm að vera berskjölduð manneskja sem efast og þjáist, ef ég tek því og ef ég læt það sál í rotnandi líkama. Já, og ef ég lifi það þannig að ég lifi bara í skugganum að þeirra reynslu sko, auðmýktur og betur, þá er það mín kjör, en ég get líka leyft því að gerast, og það er ekkert auðvelt, það er ekki ákvörðun sem að maður einhvern veginn bara vaknar upp einn dag og ákveður að já, nú ætla ég bara að hætta að lifa í skugganum á reynslu minni, nú ætla ég að fara að lifa í ljósi reynslu minnar og vera vitur og auðmjúk manneskja, sko, maður ákveður það ekki, sipp á hói. En verkefnið er enga síður það að leyfa þessu lamandi ástandi skammarinnar að breytast í skapandi hryggð eða skapandi ástand, virkt ástand, þar sem ég uni veruleikanum eins og hún finn leiði til að hafa raunhæfa sjálfsmynd. Og þegar kortinu mín hafnað í Bónus, segir það allt um mig. Þarf ég að, sko, eða get ég varðveitt raunhæfa sjálfsmynd í aðstæðum sem eru auðmýkjandi. Get ég það? Ef ég rek við í fjölmenni, hvað hérna, sko, og það er hlutað að vera heilbrigð manneskja. Það er að hafa sko, geta sótt virði sitt inn í eigin kjarna. Og það er þegar kemur að þessu með einmanaleikan, ef ég get ekki sótt virði mitt inn í eigin kjarna, þá lifi ég einveru sem einmanaleikan. Ef ég get sótt virði mitt inn í eigin kjarna, þá get ég verið í einsemd sem að ég jafnvel vel mér ekki og að lifa einsemd, en það getur verið, sko, virkt ástand vegna sem ég er eitt með sjálfum mér. Ég er ekki einn og yfirgefin, ég er eitt með sjálfum mér. Og það er allt annað. Getur ekki vandinn verið að þessi Bjarni hérna í biðröðinni í Bónus, kortinu hafnað. Já. Og hann ætlar að sækja sinn innri kjarna, en hans innri kjarni er bara álið annar á honum. Já. Og hvernig hann upplifir sig, hvernig aðrir sjá sig. Og það er bara hans innsti kjarni, sko. Já. Og ef hann á ekki, ef Bjarni í Bónus á ekki, hérna, ef ég á ekki, sko. Og þannig að þessi innri kjarni sem aðrir horfa á mig er náttúrulega innri rödd sem er alltaf að segja að ég sé ekki nógu góður. Já. Og ef ég hef ekki öðlast það, og hvernig gerist það að manneskja geti raunverulega eigna sjálfsvirði, sko. Hvernig fer maður að, ég veist það, ég segi það oft þegar ég að bara síðast núna bara í gær, sko, voru koma til minn ungt fólk með, að ég vinn líka við það skýra börn, sko, koma til minn ungt par með nýfætt barn í sínu burðarúmi, sko, þá yðurlega segja við fólki, sko, eitthvað þessa leið, sko, ef að þið, elsku vinnir, ef að þið gætu, sko, ef að barnið ykkar sem hérna, fara á mánuða gamalt, ef að sál þess og vitsmunir hefðu forsendu til að velja. Hvort viltu eiga 400 milljónir inn á banka þegar þú ert tvítugur, eða eiga örugga tilfinningalega vissu það að vera þess virði að vera elskaður og hafa svona sterka vissu það að það eru alltaf leiðir, það eru engar aðstæður vonlausar, meira segja þegar ég er ekki búin að koma auga á það í hverjum getur fólki. Að vera vongóð, vonörug manneskja, sannfærð það með skýra vitneskjum að vera þess virði að vera elskuð. Ef að barnið ykkar mætti velja að eiga 400 milljónir inn á banka tvítugt eða þetta útölka hvort annað, þá myndi sál þess á augnabliki velja það að eiga þessi innri gæði vegna þess að þau eru algjörlega priceless. Og svo segjum við ungt fólk sem er skítblankt og er að byrja lífið og veit ekki sitt rúkantar á og veit manna besta kann ekki alveg barn. Þið hafið, svo rík eru þið, að þið hafið vald og þið hafið getu og þið hafið forsendur til þess að ljá barnin ykkur þetta ásamt öðrum sem að því sinna og eru með ykkur. Þannig að þegar barnið ykkar stendur tvítugt á þröskuldi æsku heimilisins og er að fara að heilsa þessari köldu veröld, að þá eigi það innra virði. Og þetta er hérna
uppeldi þetta og svo þegar uppeldi bregst eins og það gerir nú mjög gjarnan af því að við erum mistæk og ekkert foreldri allt uppeldi í aðra röndun upplöfu sem ofbeldi það óhjákvæmilegt, okkur eru mislagðar hendur, við skiljum ekki börnin okkar, þau eru sérfræðingarnir okkur, ekki við þeim og okkur við gerum mistök og hvert einasta barn fer yfir þröskuld æskuheimilisins út í heiminn líka með hafandi orði fyrir hnjaski af gamlu fílunum það er óhjákvæmilegu veruleiki og en allavega það verður þarlegandi verkefni okkur allra miserfitt við fengum mismikið úr uppeldinu og svo eru persónuleikar okkar og aðra aðstæður sem mót okkur allavega, þegar uppi staðið þá fáum við öll það verkefni í hendurnar að annast okkur, læra að vera fullorðin, finna út, heyrðu, hvernig get ég verið pabbi minn og mamma mín, hvernig get ég veitt mér sjálfsaga og sjálfsmildi og byggt upp með mér raunhæfa sjálfsmynd í aðstæðum þar sem að ég finna ég með sjálfum mér og leið og ég vík mér ekki undan staðrindum, horfist í augu við aðstæður. Ég kannski bara búin að gera eitthvað mjög stór mistök og ég verð að horfist í augu við það eða ég hef valið eitthvað og álitið það rétt en svo bara kemur ljós að það var bara mjög rangt og mér bara yfirsást með brast dómgreind. Og tók sens og klikkað. Já. Og hvernig get ég unað veruleikan með heilbrigða sjálfsmynd og þetta mikið verkefni og þarna erum við öll og þess vegna það þegar kemur að einmanna leikanum að því að hann rosalega nagandi fyrirbæri og í eðli sínu skammar hlaðið ástand. Ég held að það sem ég vil svona benda á hérna, það sem ég held að við þurfum að skoða einmannaleikan í samhengi við skömmina og átt okkur á því að þetta verið alltaf verið, þetta var líka á undan snjallsímanum einmannaleikin kom á undan tækninni sem sundrar okkur og tengir okkur öll saman og lætur okkur öll beigja okkur Það var hægt að vera einmanna í baðstofunni með 15 öðrum einstaklingum og þar af einum sem að svaf upp í hjá þér hreppsómagi þú gæst verið einmanna þar þótt þú værir umbyttur fólki og hefður eiginlega ekkert prífasi þú hafðir það ekki og svo gæst þú bara verið hreppsómagi og þurfti að taka bara öllu smiðu þannig að stórkostlega lýsingar af einmanna leika fólks í þeirri stöðu sem við eigum í okkar bókmyndum heldur betur bara eins og bókin hans fátækt fólk opinberun, það verður allt fólk að lesa það bók það er algjör opinberun á einmitt, hann kemur sem niðursetningur og svo situr hann þegar þarna inn í einhverjum góðum dal, þetta var nú ógulega móðgun þegar hann skrifaði þetta því að þetta var hann skrifa gott fólk Svo hefur náttúrulega ljósvíkingin og fleira bara fullkomin einmannaleiki innan manna fólk Akkúrat. Af því þú ferði ekki að tilheyra og svo situr Tryggvi í lok sögunar af því að þú ert sálgætir og ætlar að gæta sálinni hins einmanna en ég tala við félagsfræðing og fleira og þeir horfa á þetta öðruvísi og þeir myndu kannski segja við þig að einmannaleikin afleiðing af einhverju meini í félagslífi okkar á millum og þannig ef við tökum hennan sem er í baðstofunni og upplýsi ekki að tilheyra hann er ekki í sínum heimi hann er í heimi annarra og hann auðvitað hann fullur af skömm því að umhverfið að segja honum að hann er að skamma sig en einmannaleiki, hann getur ekki lækna einmannaleikan innanfrá eða hvað, spyr ég sálgæslumann. Er þetta sameiginlegt verkefni okkar að vinna á einmannaleika? Eða er þetta bara einkanlegt verkefni hvers og eins að Bjarni minn, þú eru bara hægt að vera einmanna. Já, reyndur nú hressaði við, farið sund. Farið sund, fáður hund. Og fáður hund.
Við erum, já, sko, er þetta samfélagsverkefni, er þetta engaverkefni, sko, þetta mjög góðir ásar til þess að horfa á þetta og ég held að þetta sé nefnilega... Má vera hvorugt, ég er bara hvorugt tveggja, sko, ég er bara að spyrja... Sko, einmitt, þú bara opna samtalið og ég held að, sko, ef við horfum á það, sko, og ég er einmitt bara í októbermánuð, svo í plögginu, ég er að fara að halda erindi bókina sem ég skrifaði fyrra og heitir Bati frá tilgangsleysi og varðar aldrei þetta mál sem við erum að ræða hérna og ég er að halda þið fram. Ég ætla að láta erindi mín heita Kallaspjall með Bjarna Karls, af því að mér finnst það fyndið, Kallaspjall með Bjarna Karls og ég ætla að fjalla sko um 5 atriði sem ég held sko að mínum sko það mín niðurstaða sem siðfræðings og sálgætis í minni rannsókn sem ég lagði fram í fyrra sem þetta ég held engin skilja þessa bók ég hef ekki hitt margar sem skilja hana en nú ætla ég að reyna að útskýra hana í nokkrum fyrirlesturum ég ætla að taka 5 fyrirlestra þar sem ég fjallum frekakallinn, segakallinn, lúxuskallinn, stakakallinn og spakakallinn og þessar 5 skortmyndir af því hvað það er að vera manneskja þetta eru sko 5 skortmyndir af því hvað það er að vera manneskja frekikallinn, segikallinn, lúxuskallinn, stakikallinn og spakikallinn og þetta eru svona höfuð það sem ég álít og er að færa rök fyrir í minni bók, ég er að færa rök fyrir því að þarna er svona vanvirkar vinnutilgátur það hvernig sé nú best að fara að í þessari köldu veröld og hvernig við veðjum á frekjunum, við veðjum á yfirráð við veðjum líka á sökina við erum alltaf að finna hinn staka seka þennan eina og þess vegna er svo vinsælt. Það er bara í fréttunum þessa viku, það hefur verið stjórnlaust. Sko. Alveg stjórnlaust. Þetta er alltaf, bara vegna þess að þegar eitthvað fyrir úr skeiðis, þá einhvern veginn, þetta bara má ekki vera okkur öllum að kenna, við verðum bara að finna henn seka og vera að lausa þetta vandamál og svo leið og einhver Sherlock Holmes sko, er bara búin að finna, heyrðu, þetta er þess að elskum við svona þætti þar sem að eitthvað hræðilegt gerist helst í fallegu bresku þorpi og svo finnst þinn seki og það er eitthvað mjög ólíklu og svo andalli léttar að fara að sofa þetta finnst að sjónvarsefni að því að hugarfar okkar er þrælbundið þeirri hugmynd að ef ekki er hægt að nota yfirráð og stjórnun þá verður allavega að finna hver er sekur sko að því að við erum alltaf að reyna að leysa úr þjáningu og vesenni Er hægt að leysa þetta vesen hérna með því bara taka þetta ofan frá stjórna þessu eða er hægt að finna henni seka og senda hann út og leysa málu og henda lyklunum? Það er eins og skurðlæknir að finna meinið skera því burt og henda því. Já, og ef hvorugt gengur þá förum við yfir í lúxuskallin þá hugsaum við já, þetta er ósanngjarnt en það get ekki allir verið gorgeous og svo sættum okkur við ójöfnuðin með því að við dýrkum stjórnunar í þeirri vonlausu von að tilheyra þeim og einhvern veginn þannig að tignunin á hraða og orku og viðurkenndri fegurð og frægð og allir þessu hún er eitt form einmannaleika, eitt form af uppgjöf okkar við það að vera samfélag elitismin er það og þar höfum við lúxuskallinn sko, þetta myndir yfir það þetta er svona þriðja vinnutilgátan og okkar lösnu, vanvirku vinnutilgátum til þess að lifa að veruleikan stjórnum þessu ofanfrá, finnum við seka viðurkenna það, geta ekki allir verið lúxus ofan á, við bara vonum að við séum með í hópnum sem er ofan á og þess vegna sættum okkur við ranglæti eins og það nú stendur bara Íslands samfélag frammi fyrir alveg rosalegri siðferðslegri prófraun sko hér er bara 11 ára eða nú er hann kannski 12 ára hann Jasan sko með taugarhýrnum og sjúkdóma hvað þetta er, alveg rosalega sjúkdómur og við ætlum í alvöru að taka það fatla barn og bara bera það út á landinu og ætlum að gera þetta sko þetta var að fara fram og af hverju vegna þess að við ætlum ekki að vera samfélag við ætlum að tækni hann okkur framhjá því mikla verkefni að vera ekki ein því mikla verkefni að vera yfir höfuð samfélag við ætlum að tækni hann okkur framhjá þessu og nú ætlum við bara að hafa hérna einhverja reglur sem eru þannig að það sem er sér hægt að leysa
við vitum ekki hvernig við varum að leysa vandamáli varðandi allt það sem rekur fólk að flótta frá heimkynnum þess, við höfum ekki hugmyndu það, eigum ekki að láta hérna 11 ára krakka í hjólastól byrja ábyrgð á því, eigum ekki að láta hann hérna skilji, þannig að þessi vangeta, hún birtist akkurat í þessari hugmynd elítuna, þessari hugmynd luxusin sem okkur langar svo að lifa og þess vegna mín kynslóð er hérna alltaf að birta myndir af sér nú sumarið að líða það er allir búin að birta myndir af sér í einhverju viðurkenndri neyslu það sem er æðislegt og þú þarft helst að geta gert það og talandi einmannaleika svo koma þessar helgar og það eru og svo fólk sem er einmitt fjárvana eða félagsvana eða með einhverjum hætti bara getur ekki tekið þátt í þessu svo horfið á alla sumarkonuna vera að upplifa þetta eða fólk er að skála upp á hver af öllum og í æðislegum félagskap og svona og þetta er mjög fyndið, þetta er ekki hlægilegt þetta er svona þörfum fyrir það að birta sig ofan á í öruggum aðstæðum bara sjáiði helvitin ykkar lægi með mig skilur maður þetta er að því við erum hjarðdýr þetta er bara hjarðdýra hegðun ég vil ekki láta íta mér út úr hjörðinni ég ætla að hafa það á hreinu að ég geti tekið þátt í viðurkenndri neyslu og svo birtist þetta í því að fólk á mínum aldri það er byrjað að horfa á get ég ekki bara átt svona hæð í fjölbýli það sem er bara mjög hljóðeinangrað og svo sé ég mig fyrir mér að aka á rafbílnum inni í bílagemsluna leggja í stæðið mitt bera innkaupa pókana sem eru fjölnóta inn í liftuna fara upp á mína hillu þar sem ég ástunda enganeyslu sem staðfesti mína tilveru. Sem er að lifta þín opnast inn í íbúðina þína. Þú komir ekki svona við stigagangum. Er þetta til líka? Það þykir mjög smart. Heyrðu, vá. Að liftan bara opnist á pentáshæðinni þinni og það sé ekki stigagangur. Bingo! Já. Og þú hefur þá einhvern aðgangsorð þannig að þetta gerist ekki að ókunnugt fólk sé allt í einu komið. Þetta er tækni. Við tækni hönnum okkur fram hjá öllu fólki. Heyrðu, þetta er stórkostlega að heyra. Er þetta komið? Já, þetta er meðal annars í svörtu blokkunum. Já. Svo förum við hérna í búðina og bara bíp, afgjöfum okkur sjálf. Og ef þú vilt fá samtal nokkuð staðar, þá er það tekið upp. En núna ertu komin í félagsfræðina, Nú ertu byrjað að tala að við séum kannski einmannaleika vegna þess að við erum í minni í mannlegum samskiptum. Já. Við erum það. Við erum það. En þú leggur áherslu á svona tilvíslega greiningu á manninum. Að það sé eitthvað innra með okkur sem að við teljum okkur ekki vera verðug hópnum. Og þá eins og við berum okkur ekki upp. Nei. Og þannig að þá er það bæði líklega samfélag sem er að segja okkur að þú tilheyrir ekki nema að þú uppfyllir eitthvað tiltekið skilyrði þess vegna fólk alltaf að byrja þessar myndir af sér og sanna það geti sannarlega tilheyrt. Þannig að það er einhver innri rödd, það er líka samfélag sem er að segja okkur þetta. Samfélag að segja okkur og menningin okkar. Þú ætti að bera þig upp við annað fólk nema að vera verður. Já. En svo er það bara líka það. Eitt þáttur sem ég er ekki búin að nefna þetta sem ég held að sé líka spili mjög stór rullu og það er þessi hugmynd okkar það að vera alvöru þá er ég það er þetta með það að þurfa ekki öðrum að halda og svo en á bakvið það er nefnilega tilfinningi fyrir því hvað sungu stuðmenn í gamla daga kemur ekki upp bara þetta allir hver er sinnar gæfu smiður hver er næstur sjálfum sér alveg æðislegt hver er sinnar gæfusmiður, hver er næstu sjálfum sér og þetta var sungið í brekkusöng og bara stemning og hvað erum að segja þetta liggur svo djúpt í menningu okkar og langþróaðri menningu heyrðu, það hver og einn er sinnar gæfusmiður og hver og einn er bara sjálfum sér næstur þú hefur þegar uppi staði bara með sjálfum það að gera í þessari menningu þar eru allir það er allir í viðskiptum það er engin, samskipti eru viðskipti þú ert alltaf að tefla þú ert alltaf að spila þú ert alltaf
sko, og þess vegna verðum við svo einmana, þess vegna verða sko hjón að einmana sálum í sambúð, af því að við skilgreinum okkur svo mikið sem einstaklinga og þetta liggur líka alveg rosalega djúpt í huga fyrir okkar og við erum þannig að mjög oft í mínu svona starfi sem sálgætis og ég vinn mikið við líka einmitt bara alls konar standa með fólki, hjálpa því að skilgreina hvað er í gangi þegar bara áfall verða í fjölskyldum og hjónaböndum og öðru slíku, og svo oft sem að fyrir framan með fólk bara vænar, sterkar, vel viljaðar, langþróaðar mannesku sem eru bara þrauðþjálfaðir í því að gera sitt besta, en þau hafa orðið viðskila og eru búin að ganga parallel, hlið við hlið, viðskila í lífinu og samskiptin eru einkennast sko tengslin eru djúp en þau eru tærandi. Í stað nærandi tengsla eru komið tærandi tengsl og þess vegna sko mjög algengt og ofboðslega djúpur erfiður sársauki að upplifa einmanaleika meira segja í eigin sambúð eða hjónabandi og einmanasálir í sambúð. Þannig að birtingarmyndir einmanaleikans eru margar og þær eru lúmskar, þær eru sko, einmanaleiki bara eins og þreyta, þetta er svo lúmsk fyrirbæri og við maður getur orðið sko, þreytan getur læðst að manni og þú veist ekki sko, hún bara safnast upp í taugakerfinu á þér og svo ertu bara orðin ekki með sjálfum þér og þú bara getur ekki lengur, hefur ekki aðgang að sjálfum þér, þú er búin að týna þér fyrir þreytu, þetta er ofboðslega aðgengt af fólki þarna og það er alveg eins með framand leikan í samskiptum fólks sem orsakar einmannaleikan, hann bara kemur til og svo rosalega mörgu og ég held að framandleiki sem núna birtist í þjóðfélaginu okkar tilfinningu sko sem að stjórnmálafólk er bara ekkert að horfa, sko ráðandi öflur bara alls ekki að horfast í augu við, mjög stór hluti ungs fólks upplifir bara þjóðfélag, heyrðu, ég hef ekki heima hérna, hér er ekki búist um mínum kröftum, ég á ekki séns, það er ekki spurt um kraftana mína og það er, ég á ekki séns að búa neins þar, ég get ekki búið með til líf og tilfylgir því að koma að þjóðfélagi sem er bara framandi þessu unga fólki og hvað munum við uppskera? Hvað uppskerum við? Ef við framand gerum þjóðfélagi sem að börnun okkar eiga svo að fara að vinna ef við segjum við ungt fólk, hefðu ekki ímyndið og sérst að fara að bjarga þér hérna, hvað veist þú? Getur ekki neitt, þú hefur aldrei gert neitt, kannt ekki neitt, það verður ekkert. Sko, þegar mannskepnan verður hrædd, þegar þú tekur sjálfsvirðinguna frá fólki og rænir það raunverulegri trú á það að sé að fara að bjarga sér, það voru að reitt og við erum að rækta reiði, það er ekki bara verið að rækta reiði, já, það er sko verið að rækta reiði þarna suðu Miðjarðarhafið, þar er sko bara eldisræktun, bara sjókvíaeldi eða landkvíaeldi á Gaza, verið að rækta hatur. Það vitum við, það vita allir og það á eftir að verða mjög dýrkeypt. Við erum líka í okkar þjóðfélagi bara á öðrum skala og annan máta en það er samt alveg sama eðlið. Við erum að ala upp stóran sko, það skiptir tugum þúsunda ungt fólk, ekki síst ungi karlmenn sem að upplifa það að vera bara, heyrðu, ég er hérna 21 á skaur sko, eða 24 eða eitthvað og eina sem ég hef heyrt frá því að ég var svona 15 ára sko, er það að ég er ógeðslugur og hugsanlega hættulegur og svo er ég fáiði. Þekkirðu argentískan vísnasöngvara sem heitir Facundo Cabral? Nei. Þú talar eins og hann. Hvað segirðu? Hann bara rak á fjörum mína fyrir bara einhvern veginn sumar. Já. Og ég hef búin að vera að hlusta á hann og hann er bara
ótrúlegur maður, hann dáinn núna, drepinn fyrir misskilning. Já. Það hérna, hann með alls konar söngva og svo átt hann til eins og þú, að bara tala fram messur, bara spilaði þetta gítarinn og melti fram. Það eitt sem að að ég skil ekki spönsku, þá seti þetta bara í Google Translate. Það eitt svona langur bálkur sem hann fer með, sem svona viðlagið í, svona, þú ert ekki þunglindur, þú ert bara annars hugar. Og það var, þú varst eiginlega alveg að segja þetta, að sko raunveruleikinn, þú bara sérðu þann ekki, og hann byrjar einhvern veginn svona, þú ert svona fyrtur frá lífinu sem mótar þig, þú ert með hjarta og heila og sál og anda. Hvernig getur þú þá verið fátækur og einskisvirði? Já. Þú getur ekki misst neitt vegna þess allt sem átt hefur verið gefið. Já. Svo bjóst ekki til hárið á höfðu þér, sem þú treytar að missa. Takk fyrir. Ég nefndi þetta, en ég hveti til að ég skal senda þér Þetta áhugaverð. Hann að mörgu leyti þessi sko seinni ræðaðinn, það var ótrúlega líkt með því sem að Facundo Cabral var að segja. Áhugaverð. Þannig það nú gott að vita í sambandi við einmannleikana, það einhver annar allt annars í heiminum sem hugsa það saman. Og þess vegna ég held það svona nefnilega, ég held nefnilega einmannaleiki sé skynvilla og skortur á bara heimildavali, bara þröngt heimildaval. Við erum bara til í samhengi og ef við höfum augu til að sjá, þá erum við stödd í veislu, sko. Eitt sem að því að maður hugsar þú út að tala og að þú varst að tala að við berum okkur ekki upp við annað fólk. Þegar þú varst lítill, varst ekki stundu sendur og biðja nágrannann sykur og eitthvað svona? Jú. Er það ekki? Jú. Það þótti bara normalt þegar við vorum ungir. Já. Ég er ekki viss að fólk gerir þetta í dag. Ekki svo mikið? Nei. Ég hef ekki bakkað hjá mér og beðið mjólk. Ekki bara í marga áratíu, sko. Nei, ég var heima. Akkur má maður ekki bera sig upp og því að ég gleymdi að kaupa mjólk. Já. Akkur fæði ekki bara lána hjá nágrannum mínum, akkur er bara upp í 10-11. Já. Kannski að því að 10-11 er opið. Það var ekki opið. Nei, svo er það. Ég var heima hjá andra sínum minn, vorum að mála bara stofuna hjá hann, þeim var að taka vegg og breyta og hjálpa að stráknum að mála. Og þá gerðu þetta, fóru efri hæðan og fengu lánað vantaði mjólk í kaffi og ég var svo glaður, þið aldrei skoða nágranni, já, það allt, sko, þarna ungt fólk sem býr í sama húsi. Ef þú kemur til þín og beður mjólk, þú verður svo glaður að geta, endilega, mín sko, og tilfinningi fyrir því að eiga velvilja fólk sem tilbúið að eigum ekki að hjálpa staðið, ekki vera næs hvað við annað og vita hvert það öðru og það er nefnilega það. Svo er langar að segja eina sögu. Þegar ég var ungur maður, ég kannski verið 17 ára eða eitthvað, byrjar að drekka og þá var stúdentakjallarinn í kjallaranum á Gamlagarði. Já, ég man það. Þar vorum við að drekka og það lokaði eitthvað fyrr og þá lappar fólk niður í bæ og fyrir á óðal minni mig. Já. Hvað árgangur ertu? Ég er 61. Já. Dagur Sigurðarson var í hópnum. Já. Og þegar við erum að labba fram hjá ráðherrabústaðnum, þá voru þessi tré ekki orðin svona há og ég man ekki hvort að styttan af Óla Thors var komin, en maður sá svona í brekkunni alveg yfir á Þingholtin. Og þá stoppar Dagur og tekur öxlin á mér og segir, gerir svona yfir Þingholtin og segir, sjáðu þetta, þú mátt eiga þetta. Og þetta var upplifði ég að hann var eiginlega að segja það að ég væri ætti heiminn, ég væri velkomin í hann og ég þyrfti ekki að vera með þessa skömm sem að þú ert að lýsa í kviðarhólinu að til ekki, eða þetta væri ekki minn heimur og ég þurfti að vinna mig upp til þess að eiga mig að vera þarna. Þetta man ég ennþá. Ég á þá minningu af Degi Sigurðarsyni, ég satt 17 ára gamall inn á Mokka og hélt ég að vera skáld. Ég er sko 2 árum yngri en þú, fæddur 63. Og var að aga mig að drekka sterkt kaffi og reykja vindla og yrkja. Kemur Dagur Sigurðsson, hann var í stígvélum og náttfötum, mjög við skál og var með bók til sölu sem ber heiti Sólskinsfífl. Og ég keypti af hann bók og hann var alltaf stórkostlegur maður og í þessari bók stendur fyrir utan Guð vill að ég sé honum sólskinsfífl sem var mjög fallegt og hafði það stett til mín sem trúast manns. Í þessari bók stendur sannleikurinn er alltaf fallegur hversu ljótur sem hann er. Og Dagur
Sigurðsson hann sannlega stóð fyrir það og þetta sannleikurinn alltaf fallegur hversu ljótur sem hann og til þess að geta sagt þetta þá þarf maður einmitt að geta séð veisluna sem að hann var að benda þér og var að segja sjá, ég gefur þetta allt ef við unum veruleikanum eins og hann þá það vegna þess að við treystum veruleikanum, við treystum sko ef að veröldin sem við okkur blasir bara grimm og ljót og í rauninni lofar engu og bara full af ömurð og dauða og höfnun þá sannleikurinn aldrei fallegur þá getur hann ekki verið, þá höfum við ekki þá trú á lífinu og það það sem að náttúrulega sko tíðarandinn sem við erum alltaf að kljást við tíðarandinn sem að og það akkurat það sem núna að gerast sko, það eins og meistarinn frá Nasaret sagði þegar kærleikur alls manna þegar lögleysi magnast og kærleikur alls þorra manna kólnar og að lýsa bara þessu ástandi nú það mjög að gerast að sko við erum það verið að ætlast til þess af almenningi að kyngja hernaðarhyggjunu sem svona default ástandi, bara grunnbúðir veruleikas styrjöld. Leið til friðar. Já, leið til friðar. Stríð og leið til friðar. Já. Og það verið að ætlast til þess að við líka leggjum til hliðar langþróaða reynslu og raunverulega félagstilfinningalega vitneskju, siðferðilega vitneskju það að þegar upp staðið þá komum við öll hvert öðru við og þegar upp staðið munum við þurfa að finna út úr því að vera hjálpleg, vera hér í systkinalagi sem samferðafólk á þessari jörð. Við erum að taka burt þetta og segja nei, þetta ekki svona, kyngið bara því að það get ekki allir verið gorgeous, það get ekki allir verið með í þeim hópi sem sleppur lifandi frá hildarleiknum. Við skulum ekki semjum neitt, við skulum ekki tala okkur saman, við skulum ekki safna upplýsingum, við skulum ekki bera virðingu og samlíðun fyrir ástæðu og kjörum fólks, við skulum tryggja hagsmuni okkar. Þetta það sem að gerast og ef þú elst upp í samfélagi sem að að þróast í þess átt og nú að PISA-könnun gerð það allir að Jesús að segja yfir því að börnun okkur lélegri reikningi og einhverju heldur en börn í samanburði þjóðunum samlíðun íslenskra barna hún skorar líka lægra heldur en hjá öðrum þjóðum, öðrum samanburði þjóðum samlíðunin og þarna byrju, hvað það sem kynntu undir einmannaleika? Hvað það sem skilum eftir með bara skilur mig eftir fastan í þeirri tilfinningu að ég sé þegar upp staðið einn og yfirgefin og það sé einskis annars að vænta það menning yfiráðana, menning sektarinnar, menning neyslu lúksusins og þessi menning elitismas og það líka svo menning sem segir okkar við séum þegar uppi staðið bara þá ertu alltaf hver sinnar gæfusmiður og hver næstu sjálfum sér og þegar uppi staðið ertu bara einn og lýgur því að okkur því að við erum svo sannarlega ekki einn og þessi menning hún kúlminerar og kristallast í því að þegar við ætlum að vera víðsýn og þroskuð og við hafa fjölmenningu þá búum við til svona menningu sem þannig að já, við skulum öll vera frjáls að því vera ólík í einrúmi og ekki trufla hvort annað og þannig, já, ekki trufla, vertu ábyrgur og það þýðir það að þú þarft ekki á neinum að halda og ef þú þarft á öðru fólki að halda þá ert ekki ábyrgur og ofan í þessa menning förum við síðan ræða, heyrðu, eigum ekki bara hafa hérna þannig að fólk geti beðið líknardauða já, ef að við værum siðferðilega heil þá það sannarlega svo að það getur verið þær aðstæður að það væri einmitt mjög samræðunar virði að spyrja
eigum við einhverja aðstæður að hafa það þannig að það sé bara mennilegast, sanngjarnast, uppréttast, heiðarlegast og kærleiksríkast að leyfa fólki að taka ákvörðun það að kveðja. Það er áreiðanlega til slíkar aðstæður. En í veröld... Þú vildir ekki sleppa þessu lausu í samfélaginu eins og það er? Það er bara stutt sem ég horfði framan í aldraða konu sem upplifir sig gjörsamlega til hlýðar. Það er bara þetta kona sem er búin að þræla á lágu launum fyrir þetta samfélag og gera ómælandi gagn. Og hún byrjar í að því er ekki verið að tala um það, nú getum við bara að fara að ákveða þetta sjálfur, vegna svona upplifir sig svo fyrir. Við erum þarna liggur hjartakuldin, þarna er þessi sami kuldin og getur bara í alvöru tekið 11-12 ára dreng og sagt, heyrðu góðurinn, þú átt ekki heima hérna, farðu bara og deyðu drottniðir annar staðar. Bjargaðu þér sjálfur, annars ertu ekki ábyrgur. Heyrðu, en að þú varst að tala um að þú ætlar að vera með hérna svona amskeið kalla og líklega fyrir kalla. Já, og kalla og kettlingar. Já, kalla og kettlingar, en bara því að það er svolítið þannig að því að við erum að tala um hvað við erum gamlir. Að það eru kannski kallar á okkar aldri sem eru kannski búin að skilja og oft er það þannig að sko félagsnet fjölskyldunar teilir í konunni frekar, það er svona, ég held að sé bara viðurkennt. Og þá er það svona kallar svolítið einmanna, daga eitthvað staðar uppi í svona kannski búin eða ganga í gegnum svona starfsæfina þar sem er sóttu svona sæmd sína til. Já. Ekki jaft hátt á hrugnum eins og voru áður. Þarna er svona einmannaleiki sem að tengist bæði í svona karlmennsku okkar sem er ekki kannski upp á sitt besta. Nei, við lærðum að bíta á jaxlana og bölva hljóði og ekki góð brynja að ganga með lífið, að ganga með misskilda karlmennsku. Nei. Þetta tísku hugtak eitraða karlmennskan eða misskilda, sko við erum ekki hérna, það er bara þannig, það er sko þetta kynjaða ástand, sko það fer illa með öll, sko það fer illa með þau sem ekki geta skilgreint sig inn í kynin, þessi tvö, það fer illa með þau sem skilgreina sig djúpt inn í kynin, sko vegna þess að það eru öll að tapa og það er líka þannig að hérna sko fólk fer svo halloka í lífinu vegna af hverju förum við svona halloka akkur einmitt, maður sér marga karla fara að halloka upp úr því að þeir ljúka sínum störfum og svo einhvern veginn eru þeir bara þeir gerast gamlir, þeir draga sína skút í slipp og bara hefja bjórdrykkju og boltagláp, sko, og gefast upp. Sumir náttúrulega ganga á eina fögru velli, gólvellina, græna velli, og rísa þar upp til framhaldslis. Já, svo er það líka til og fullt, og þetta auðvitað bara, og svo er það mising, ég meina, elli er innri maður, öl er ekki innri maður, elli er innri maður, það kemur ljós, get ég sótt virði mitt inn í eigin kjarna, sko get ég það, þar liggur full þroskinn, það kemur ljós þegar ég eldist og lífi reytrar mig fjæðrirnar, sko, ekki bara hárið, sko, og hérna og þessna er ekkert fegura heldur en sko gamalmenni sem skínandi gamalmenni er eitthvað fegursta sem hægt er að sjá og leið og ömurð ellinar þar sem að fólk lokast inn í einmitt í einmannaleika og í lömuðu ástandi og raunverulega bara drekkur sig í hela hvað við gerum, sko það er, sko við höfum það er hægt að fara svo margar leiðir í þessu lífi og það er erfitt að sjá að því þú segir karlar og ég fer að tala um konur, sko, hvort ef við horfum á þessi tvö algengustu kyn, sko, hvort er nú að tapa meiru, ég veit það ekki ég held að kynin séu öll að tapa vegna þess að við erum vegna sem við megnum ekki að vera veitul, við megnum ekki að sko ástunda sko virðingu og samlíðun í samskiptum og
þarna og það sem ég vil sko skilja eftir er þetta að ég trúi því fyrir sjálfa mig og aðra. Ég held í alvöru að ég val það. Ég vil vona það. Ég vil vona það og þá gott að horfa á sko einmitt, maður eldist og maður sko nú ég komin inn á 70-aldurinn. Hvernig ætla ég sem hvers konar manneskja ætla ég að fara inn á, ef mér skyldi auðnast að lifa, sem hvers konar manneskja ætla ég inn á hásléttuna í lífinu, ætla ég að fara í skugga reynslunar, í skugga þeirra móðgana sem ég hef orðið fyrir, í skugga þeirra beiskju sem hefur sest stað í sálarlífi mínu og vera auðmýktur og bitur, eða ætla ég að leyfa því að gerast að ég lifi í ljósi reynslu minnar, uni veruleikanum, varðveiti raunverulega raunhæfa sjálfsmynd, annist sjálfan mig, beri ábyrgð á áhrifum mínum á aðra og túlki ekki ökla eða eira alla skapaða hluti og áttum á því að þetta snýst nú ekki um mig heldur geti ég hort á lífið í breiðu samhengi og verið auðmjúkur og vitur í staðis að vera auðmýktur og bitur og lifað í ljósi reynslunar frekar en að lifa í skugganum af henni. Þetta held ég svona í snörpumáli að sé höfuðverkefni okkar allra og þá erum við ekki að sigla inn í einmanaleika en við getum lifað heilmikla einsemd, af því að einsemd er mjög mikið verkefni lífi flestra að lifa einsemd. Dageinn ef allt fer á besta veg ég orðin skröltandi gamalmenni að líkamannum sem seint vonandi af ást en allavega þá af skyldurækni vonandi og að lifa einsemd en sú einsemd hún getur verið hlaðin djúpu og mikilvægu innihaldi og þess vegna en það fer eftir hvernig ég lifi núna, það fer eftir hvort ég vinn það nú lífinu mínu að ég sé skjólgóður sem gamli fíll, það verkefnum hans, það að vera skjólgóður, vera tilfinningilega félagslega og efnalega sjálfstæð manneskja sem að leið lifir í tengslu við fólk og skjólgóður fyrir sjálfan sig og þar af leiðandi fyrir aðra. Og þarna held ég að sem sagt úrvinnsla eða forðun einmannaleika, hún eitthvað í mínum huga á þessu sviði, það eitthvað svona. En svona veit eftir að lýsa lífsglímunni sem hefur bara verið eins á öllum öldum, en þú líka lýsa samfélagi þar sem við erum alltaf að stilla okkur fram sem einhvers svona, líka við svona markasvörum upp á einhverjum fjöllum að sína við stöndum okkur og gera þannig að þá getur það að eldast getur verið erfitt fyrir fólk af því að þú verður svona ómark og ég nenni ekki að hlusta á því gamli kall þú verður bara ómark og við þekkjum að konur tala það saman að þeirra það bara litið á sem einhverja kellingar og það missa svona sess í samfélaginu og þurfa bara að finna aðra leið til þess að lifa og í minni æsku þá voru kallar og kellingar voru bara í uniformum og það var bara tiltekið hlutverk sem að þau gendu sem ég ekki viss að gammalt fólk gegnir í dag. Það sé frekar bara það sé ekki hlusta á það. Þannig að það getur líka verið þannig að samfélagið reynist okkur erfitt með að ganga í gegnum þessar breytingar sem þú ert að tala að þurfa að gera sem eru enganlegar. Við lifum á tímum þar sem að því að við þurfum alltaf að sanna það við séum fullgildin í hópnum, annars verðum við gogguð út. Þá getur verið erfiðar að eldast. Já, og svo gerist það ofan í þetta allt, gerist það líka að það að kanselera það kanselera fólki. Það mjög margt eldra fólk sem lifir við það að vera kanselerað af ættingjum sínum og vera neitað tengsl vegna sem sagt ætlaðara, raunverulegra eða ætlaðara mistaka í lífinu og nú hefur það og það enn eitt nútíma svona, þetta nú meira nútíma vandamál að við höfum fundið þessa lausn, heyrðu verði einhverjum eitthvað á, þá má alltaf kanselera. Og þessi nýja hugmynd, þetta nýja helvíti sem komið inn í stofunar, einu sinni gamla trúarlega helvíti, það var eftir dauðan. En nei, nú erum við komið með þetta, ef þeir verða eitthvað á, og það orðin mynd af því og það komið, sérstaklega komið á vefinn, hann gleymir engu og þú ert í helvíti, þú ert einangraður, þér kanselerað og það ekki að fara að breytast, þannig að við erum komið með helvíti inn í stofu og
sko, og ef við færum okkur frá gamla fólkinu yfir unga fólki, þá það nefnilega nýtt vandamál sem ég sé í mínu starfi þegar það allar að vanda sig og svo þegar vondur hlutir gerast eins og ofbeldi eða framhjáhöld sem að gerast hjá góðu fólki og svo svo leitar fólk stuðning sem að sitja fyrir framan eitthvað par, ungt par þar sem til dæmis hefur orðið ofbeldi eða framhjáhald sem út af fyrir sig í eðli sínu líka ofbeldi því að við erum að, ef og þegar ég held fram hjá maka mínum ég að taka heilsu maka míns og færa hann yfir í áhættuhóp og það ákveðin ofbeldisþátturinn í öllu framhjáhaldi og þá komin ný staða upp unga kynslóðin í dag hún hefur ekki neina heimild það, hefur ekki heyrt það að til sé iðrun og yfirbót að það sé með einhverjum hætti hægt að endurvinna trúna sem er rofin í verki með því að vinna endurnýjan í verki. Þekkingin á eðli trúnaðar rofa og þess að endurvinna trúna en þegar honum verður sýnd ófyrirlitni. Við erum svolítið að missa þetta út og þetta alveg nýtt svona erfiðleika stig sem að blasi mjög við mér sem og þannig kynslóðmunur. Þannig að þetta er fólk sem dæmt til einmanna líka. Já, og dæmi sjálft sig, sko. Það bara situr bara gerandi hvor aðilinn sem það í sambandinu, sko, sem að hefur bara gerst brotlegur í sambandinu, eins og gerist í 75% allar hjónabanda, sko. Það ekki að fara að breytast. Mannleg kynhegðun, mannlegt eðli er brotið, sko. Þess vegna í gamla kristindóminu, sko, þá tölum við erfðasynd til þess að ná utanum þennan veruleika. Við erum fædd yndislega ófullkomin og við erum mjög líkleg til að bregðast. Og við þurfum að vera meðvituð það og við þurfum að hafa það með inn í reikningunum þegar við erum að tala við fólk. En við erum búin að missa þetta út. Við erum með þá hugmynd að ef þú gerir mistök, þá hefur þú gert mistök, góri. Og þá hefur þú ekki haldið samningin og þá honum rift og þú ert... Til þess að halda samfélaginu hreinu verður við að dæma þig út úr því. Já, þörfin fyrir að hreinn. Hún gömul, en þetta ný útfærsla á henni og þess vegna held ég, sko, þarna á náttúrulega, þess vegna held ég að við munum núna þurfum við svolítið að alveg sama hvað fólk heldur Guð, það skiptir einhver máli hvað fólk heldur Guð. Þetta ekki það. Allt sem við segjum Guð erum að segja fólk. Og við þurfum, sko, það til forn viska langreynd af góðu. Og þá viskur náttúrulega hægt að misnota eins og allt annað og hefur gert aldeilis en þekkingin á eðli fyrirgefningarinnar, hvernig kemur hún, hvernig vex hún fram, hvernig hægt að liðka fyrir henni, þetta svo að græða sár. Læknar vita ekki hvernig sár gróa en þau vita, sko, læknar og hjúkrunarfólk, sko, heilbrigðis starfsfólk veit heilmikið það hvernig má búa til aðstæður þannig að sár geti gróið vegna þess að það líka með sem græðir sjálfan sig. Viskan býr í lífinu og eðli lífsins og þetta þarna á gamli góði kristindómun alveg ofboðslega margt að segja og þegar kemur að einmannaleikan og þá hann líka alveg ofboðslega margt að segja reynsluna af því að vera aldrei einn. Reynsluna af því að á mig hort af himnesku foreldri mínu sem sér mig og elskar mig líka þegar ég gerir rangar hluti. Þetta ekki meðvirk reynsla, sko, þetta ekki meðvirk afstæða til hlutana, heldur það að opna á möguleika nærverunar sem leið opnar á möguleika nærverunar við brotið fólk og það þetta miskunnarleysi sem að hefur, sko, sem að einhvern veginn að raungerast með svo miklum svona fídómi finnst mér í menningu okkar þegar, sko, kjarnin, sko, það sem við verðum að varðveita, það sem verður að vera hluti af síð okkar, það verður að vera réttlæti, það verður að vera miskun, það verður að vera trúfesti, þetta eru svona grunn nöysþykk forn hugtök
og þau dutt ekki af himnum ofan, þau komu innan úr reynslu mannkins og ég held að við þurfum að endur uppgötva þetta ef okkur eigum ekki að missa trúnaðin við hvert annað. Og eitt alveg víst að þeir erfiðleikar sem núna eru framundan í veraldarsögunni, því að þeir verða miklir, þeir erfiðleikar verða ekki leystir með harðýðgi, með stjórnun ofanfrá, með því að finna hins seka, lyfta upp elítunni og dyrka stjórnurnar, skilgreina okkur alein og reyna svo að vera bara frjálsar því við erum ólíka á þess að tala saman. Við mörum ekki leysa þetta með þessu fyrirbæri sem nútíminn eins og hann hefur orðið. Við erum komin með samansúrraða skekkju sem skilur okkur eftir ein og kvíðin. Og við verðum að þora að endur hugsa þetta. Og þá segi ég sem kristinn siðfræðingur og kristinn maður, kristin kirkja ætlar ekki að stilla sér upp sem að það þurfi, hún sé bara með sannleikan umfram alla aðra. Það eðli kristindómsins, eðli kristinnar kirkju sem lífrans fyrirbæris að taka þátt í samtalinu, bera vitni en taka ekki stjórn á og við þurfum að koma að borðinu, við þurfum að tala saman og við þurfum að heyra sögur og sagnir frá öllum menningarheimunum sem eru komin inn í samfélagið okkar. Við erum svo mörg, við erum svo ólík og við þurfum að virða lífsbaráttu hversu eins, sögurnar og sagnirnar og viskunum sem bara býr með okkur og tilheyrir okkar menningu. Við þurfum að heyra hvert annað og það þýðir það að við þurfum þá að nenna því. Og þá segjum við ég sem þáttastjórnandi amen. Takk fyrir að koma hingað og takk fyrir innihaldsríkt samtal. Takk fyrir að leyfa mér að koma. Ég ætla að sitja hérna áfram og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þennan heim og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, komið í sæl og blessuð. Maður fann það þegar maður vaknaði í morgun að stutt í haustið. Það var vindgnauð á glugga og það leiddi meðal annars hugan að því að þá förum við að sjá bækur, að koma bækur út á haustin og ég las handrita bók núna fyrir nokkrum dögum sem að mér fannst nægilega áhugaverð til að fá höfundinn til þess að fjalla hana og hann kominn hingað, hann heitir Rúnar Helgi Vignisson. Velkominn. Takk. Þú ringlaði karlmaður titill þessara bókar. Já, það ekki við allir? Við erum svolítið ringlaðir. Mér hefur heyrst það svona og sýnst það á köllunum í kringum mig að minnsta kosti. Já, kannski erum við öll svolítið ringluð, bursið frá því hvaða kyn á okkur? Jú, það er svolítið usli í gangi núna, þannig að ríkið á eftir að setjast ef má nota það orðalag. Já, að það sé svona hraður breytingafasi í gangi og við eigum svona, að ríkið sé að setjast. Já, ég held að sé nú aðeins byrjað að setjast svona. Við erum aðeins að byrja að sjá örlítið skýrar. Já. Þú sem sagt búin þú ert í hópi þeirra sem að hafa borið töluverð ábyrgð á ritlistarkennslu Íslendinga, ekki satt? Jú. Hvað fagnar ritlistin 15 ára afmæli þessa myndir eitthvað svoleiðis? Já, rúmlega það heldur. Það komin 16 ár síðan að ritlist var gerða svona fullgildri námsgrein. Já. Þannig að tíminn líður. Ég var ráðin í þetta korteri fyrir hrun og mátti svo sem þakka fyrir það. Þannig ég var að byggja þetta upp eiginlega í hruninu. Já. Kosturum við það var að fengu fullt af nemendum. Fólk flykktist inn í háskólana á þessum tíma. En ókostunum var náttúrulega að voru litli peningar til þess að takast á við þetta. Já. Einhvern veginn bjargaðist þetta samt á einhvern sannlega íslenskan hátt. Já. Og
Skrifa Íslendingar þá betur í dag en fyrir tíma ritlistar í Háskóla Íslands? Já, þetta nú erfið spurning. Já. En við viljum að minnst okkur meina það þarna í ritlistinni að öllum fari fram. Já. Sem að koma til okkar við tökum kannski ekki miklu meiri ábyrgð á íslensku bókmenntalífi heldur en það en bendum þó á að margir af þessum nýju höfundum eða mörg þeirra eru frá okkur komin og eru svona að hasla sér völl núna og verða býsna áberandi núna svona í bókmenntalífinu. Einmitt. Og þú sem sagt, ertu prófessor? Ég orðinn prófessor, já. Já. Hefur kennt sennilega aðalega ungum Íslendingum mikið til að hérna svona hvernig megi bæta texta og hérna skrifa bækur, en þú ert sjálfur afkastamikill bókahöfundur, má ekki segja það, og þýðandi? Jú, bara mesta furða við að hafa verið í fullu starfið þarna við að byggja upp nýtt nám sem var ótrúlega mikil vinna en til þess að geta haldið sér lifandi sem kennara í ritlist, þá verður maður sjálfur að vera að skrifa. Það er að minnsta kosti mín reynsla, maður þarf að vera í sambandi við þessa listgrein sjálfur og vera að læra því með hverri nýri bók, þá lærir maður sjálfur eitthvað nýtt sem maður getur síðan miðlað til sinna nemenda. Já, og til að halda velli, bæði sem kennari og rithöfundur, þarf maður líka að tileinka sér einhver tíðaranda. Maður má ekki hafa viðhorf sem á skjön við það sem þykir í lagi í samfélaginu. Tja, ég myndur að setja spurningamerki við þetta síðast að maður megi ekki hafa viðhorf sem á skjön og að því ég held að það sé nú hlutverk rithöfunda allavega að benda á aðrar hliðar. Já. Og vera oft listamenn nú á skjön og ég held að sé nú mjög hollt fyrir íslenska menningu að það sé svona heilbrigð skoðanaskipti í samfélaginu og það kviknar nú öllum viðvörunarbjöllum hjá mér bæði sem höfundi og ritlistakennara þegar að einhvern veginn á að ýta öllum í sama farvegin, veita öllum ánum í sama farvegin. Þá hætta á ferðum held ég og þessna hef ég nú líka svolítið tjáð mig í ræðu og riti útilokunarmenninguna eða slaufunarmenninguna sem að náttúrulega mjög hættuleg allri tjáningu. Já. Nú erum við svona hægt og rólega aðeins að fikra okkur að bókinni. Já. Kjarnabókarina. Já, þetta svona titlinum, Þú ringlaði karlmaður. Já. Hvers vegna skrifaðir þessa bók? Já, það nú ágætt að við tókum fyrst smá spjall kennsluna vegna þess að þetta spratt eiginlega út úr því að ég sem kennari að mér fannst ég verða svolítið óöruggur þegar að þetta brast á. Og þú segir þegar þetta brast á? Það er að segja Me Too, já, Me Too, ég ætti að vera skýrari með það. Þegar Me Too kemur og það fara að koma sögur líka úr akademíunu og listaheiminum og þá einhvern veginn, þá hitti þetta mig fyrir og ég var nú einmitt að rifja það upp bara daginn eftir að það komu sögur úr vísindasamfélaginu og þá skrifa ég bæði rektor og nemendum mínum þetta skrifa rektor að við þurfum að senda út einhverja yfirlýsingu og sjálfur sendi ég strax á mína nemendur upplýsingar allt sem lítur að kynferðislegri áreitni og slíku og hvaða áhöld Háskóli Íslands hefði til þess að takast á við þetta. En einhvern veginn í kjölfarið þá var svolítið fótunum að mér fannst kippt undan manni og maður hafði ekki fast land undir fótum. Við erum náttúrulega að fást við samtíman mikið í ritlistinu og mér fannst ég verða svolítið óöruggur að fara inn í tíma. Meirihluti nemenda eru og voru konur. Þannig að ég hugsaði með mér hvað get ég gert í þessari stöðu. Verandi svona óöruggur og auk þess þá fékk ég eitthvað svona kvíðaröskun á þessum tíma. Nú ætla ég ekkert endilega að segja að það sé samhengi þarna á milli. En svo fékk ég líka, blóðþrýstingurinn fór allt í einu að hækka í mér sem hafði þrátt fyrir það að ég lifði heilbrigðu lífi og
Þannig það kom þarna ýmislegt saman á þessum tíma. En ég ákvað sem sagt, ég myndi uppfæra mig í kynjafræðum. Ég myndi læra þetta tungumál, jafnvel og þau sem að hæst höfðu í umræðunni þessi málefni. Og hvernig gerir maður það? Jú, það náttúrulega bara í akademínu, þá það bara að leggjast í rannsóknir og lestur og fara á námskeið og fyrirlestra að tala við fólk. Og þannig einhvern veginn byrjaði boltinn að rúlla og meðfram þessu öllu þá fer ég svona að dunda við að skrifa eitthvað niður sem að tengist sjálfu mér og þessum málum. Og það vatt einhvern veginn upp á sig. Ég fór að skoða sjálfa mig með þessum gleraugum sem að ég var að öðlast og hvað hefði mótað mig sem karlmann komandi úr sjávarplássi. Vestur á fjörðu? Það svona mynd utan á bókinni þar sem ég stend eiginlega fyrir framan feðraveldið. Og þetta áhöfn föður míns. Sem að þarna og þannig að ég kem úr náttúrulega mjög karllægu samfélagi sem sjávarplássið og ég fer að skoða sjálfum mig meðfram og allt í einu bara ég komið 300 síður einhvern veginn óvart og ég var lengi vel bara mjög óákveðin það hvort að ég ætti að gefa þetta út eða ekki því að mér fannst að þetta ferli hefði gert heilmikið fyrir mig þegar upp var staðið og ég fór aðeins öruggari inn í kennsluna fyrir vikið og svona gekk aðeins öruggari en svo, það var eiginlega ekki bara fyrir í sumar sem ég ákvað endanlega ég myndi allavega prenta þetta, ég ekki búin að dreifa bókinni, við skulum sjá. Já, mér langar með þínu leyfi að grípa aðeins niður í bókinni MeToo-byltingin í algleymingi þegar ég átta mig á því að ég stend varla undir mér sem karlmanni lengur, vil helst afsala mér því hlutskipti, svo óþægilegt það orðið. Ég geng inn í kennslustofuna þar sem nemendur mínir í ritlist bíða og spyr mig, gerist það núna? Sögurnar streyma fram, hinn og þessi hefur gerst sekur kynferðisofbeldi, líka menn í mínu geira, körlum slaufað með látum og í kjölfarið koma yfirlýsingar að við höfum allir farið yfir mörk kvenna. Það sem meira við séum eitraðir og flest sem við stöndum fyrir hafi verið unnið á vafasömum forsendum. Konum sé það allra best að binda ekki trús sitt við okkur. Karlar nauðga, karlar drepa. Af hverju verið að kenna efni eftir höfund sem var algjör karlremba, spyr nefnandi. Þetta svona þessi mynd sem þú dregur hérna upp. Þetta kjarnyrkt. Bara samtöl mín við aðra karla á undangengnum umliðnum árum segja mér að þú varst ekki einn þarna í hugaðinum. Nei. Og ég meira þess að heyrt 16-17 ára stráka í grunnskóla og framhaldsskóla tala að þeim finnist stundum eins og að þeir þurfi að axla ábyrgð á því að þeir séu að kyni sem að hafi svona margt á samviskunni. Þetta mjög snúið vegna þess að á sama tíma þá vitum við öll að þau viðmið sem við höfðum hér áður fyrr, þau teljast ekki lengur í lagi. Það hierarki sem var í gangi, það fól í sér ójafnrétti og kúgun kvenna og allt það. Og við fögnum öllum þeim ábata sem orðið hefur á hag undir settra kynja. En það hafa kannski ekki mjög margir svona fjallað hlið kallsins í þessari stöðu eins og þú dregur upp hér í þessari mynd. Nei, má maður það? Já, það góð spurning. Tekur maður athyglina frá kvennabaráttunni of? Já, ég fór í þessa vegferð að því að ég vildi reyna að skilja. Þetta fyrst og fremst bók sem lýsir þeirri vegferð frá því að vera nánast örvinglaður
og til þess að svona, sjá þetta kannski örlítið skýrar. Já. Þannig að ég vildi fyrst og fremst, reyna að skilja þessa umræðu, þessa orðar. Ég vil ekki eigna mér hana, skilurðu, en ég vissulega nýti þessi gleraugu til þess að síðan að reyna að skoða sjálfa mig eins og kannski konur þá horfa á mig og reyna einhvern veginn að fást við það. Ég tel mér nú ekkert vera að rugga mikið í bátum þarna. Þannig séð, ég ekki að augra einhvern veginn, held ég, og allavega ekki mjög mikið, ég veit ekki til þess. En þannig að þetta mín vegferð og bókin lýsir því svolítið sko hvernig ég fer í gegnum þetta og hvernig ég svona næ kannski smátt og smátt betri tökum á þessari umræðu allri eða orðræðu eins og akademíska orðið er. Þú orðar einhvern veginn þannig sko að þú uppfærir útgáfuna af sjálfum þér. Já, ég að reyna það. Undir titill bókarinnar er tilraun til kerfis uppfærslu. Já. Ég að reyna það og svara því kalli margra kvenna að við kallarnir leggjum á okkur þessa vinnu, að uppfæra okkur til þess að við skiljum þær betur. Kona mín segir nú að þetta sé besta hjónaráðgjöf sem við geta farið í, að ég færi í þetta skilur því að henni fannst ég nálgast hana og skilja hana betur, þannig að ég held að sé margt að vinna eða eiginlega bara allt að vinna fyrir kalla að fara í þetta vegferð. Ég veit ekki til þess að sé til svona bók á Íslandi þetta og þær eru ekki margar erlendis heldur, kallar eru aðeins að byrja að tjá sig erlendis en þeir halda sig kannski meira við fræðilegu nóturnar enn sem komið heldur en sína eigin persónu. Ég að leggja mína eigin persónu þannig undir svolítið. En þar kemur einmitt inn á sko það að við erum svo óörugg með hvað við megum segja, hvað við eigum að hugsa, hvaða hugsunum við megum deila, hvað er að trufla boðskapinn, málstæðin, hvað er hjálplegt. Ég hef meðvitað sko, ég ræði þetta oft við konuna mína, að ég hef meðvitað eiginlega haldið mig alveg til hlés í opinberri umræðu ótal mörg jafnréttismál í mörg ár. Já, þetta segja margir af mínum vinum líka. Er það ekki? Jú, ég bara leggja ekki út í þetta og ég náttúrulega fengi þau viðbrögð þegar ég segi fólki frá því að ég sé að fjalla þessi mál, að ég sé að fara út á jarðsprengjusvæði og ég sé hugrakkur en ég samt að fást mikinn kvíða meðan ég að gera þetta. Þannig að þetta er svolítið skrítin stelling sko, en ég einhvern veginn þannig gerður að mér finnst ég verða að fara inn á svona svæði. Bæði sem manneskja og líka bara sem kennari sko. Skoða þessi svæði. Já, en kannski er bara óhjákvæmilegt að það svona ríki ákveðið kaos og limbo og enginn viti neitt í sinn haus ef ríkið þarna, ef það hefur ekki sest, ef það er þessi breytingafasi eins og þú komst aðeins inn á áðan. En þá líka kannski svolítið gott held ég, bæði eftir að hafa lesið þessa bók og eftir að hafa hugsað mikið þessi mál áður en ég las þessa bók, að við séum kannski svolítið opin og umburðarlynd hvert gagvart öðru, ekki satt, af því að sko það er ekki nema eðlilegt að okkur verði á í þessum breytingum, eða hvað? Já, er þetta ekki bara svolítið eins og listsköpun? Já. Fyrsta kennsluvika núna og hvað segi ég við nemendur mína, að þau þurfi að læra að gera mistök. Já. Vegna þess að ritstörf eru tilraunastarfsemi, stundum tekst manni vel upp. Já. Stundum ekki að læra mistökunum. Nei. Og þannig að það þurfi náttúrulega líka að gera í þessum málum. En maður er svo smeykur við þessa slaufun sem þú nefndir á. Man verður einu sinni á, maður segir eina vonda málskrein og það verður það sem internetið mun minnast manns alltaf fyrir og aðrir munu bara tala þessa einu málskrein sem betur hefur verið ósögð. Já, einmitt, það er þetta og það er ákveðin ritskoðun í gangi. Það eru ekki frjáls skoðanaskipti, fullkomlega frjáls skoðanaskipti þetta og ég svo sem þykist ekkert vita allt þó ég sé búin að fara í gegnum þetta 3-4 ára ferli
að rannsaka eða reyna að tileinka mér þessi máli. Ég svona miklu meira að velta vöngum og einhver lesarinn sagði sko að þú kemur með eitthvað og svo kemur undir eins með hina hliðina líka, skilurðu sko. Þannig ég svona að velta vöngum og reyna að koma með ýmis sjónarhorn á þetta. Já. En auðvitað þá maður ekkert endilega þurfa að vera hugrekkur að tala kynjamálin sem að tilheyra okkur öllum, en auðvitað verðum við samt að reyna að setja ykkur inn í þau og gera það af einhverjum velvilja, held ég. Svo ertu með einhverja tilbúna persónu þarna, segir maður María Jainar Egilsdóttir eða? Já, mammina heiti Jane. Já, og hún alltaf að grípa inn í og þér fannst þú ekki eiga erindi lengur sem karlmaður eins og þú hefðir verið geltur og orðin tekin frá þér sögum þess hvað þau væru gegnsið af pungfílu. Það haft eftir henni þannig snemmi í bókinni? Já, ég held að þetta sé svolítið staða okkar karlhöfundana. Bókmenntaarfurinn auðvitað sem sagt karllegur að miklu leyti. Það vísu búið að vinna mikla vinna á undanförnum áratugum í að breyta því og ég sjálfur að vinna mjög held ég mikilvæga vinnu í að breyta því að meiri hluti minna nemenda er konur, en því verður ekkert neita að viðmiðin að mörgu leyti ennþá karlleg. Og mér finnst karlhöfundarnir ekki hafa gert nógu mikið í að ráðast einhvern veginn á þann garð og reyna að endur skilgreina þessi viðmið fyrir sig. Hvernig get ég komið inn í þetta? Hvernig get ég afeitrað orðin ef maður tekur svona svolítið stertir orðar sko, og hvernig get ég gert eða búið til tungumál aftur eða nýtt tungumál sem að ég get notað og mér líður vel með að nota í þessu samhengi, ég sem jafnrétti sinnaður karlmaður. Þetta vinna sem að við eigum eftir að vinna og við höfum kannski ekki þorað upp á það dekk ennþá, einmitt út af því sem að þú nefnir að það svo auðvelt líka að taka til dæmis eitthvað á samhengi og slá því upp að því að, þannig að það er mikill ótti þarna og þess vegna sneiða margir kallar bara hjá þessu og taka ekki þátt í umræðinni og þá þetta einræða mikið til. Þetta ekki samtal, sko, þetta ekki nógu mikið samtal finnst mér. Og ekki nógu djúpt samtal vegna þess að okkur köllunum hættir til þess að fara svo mikið í vörn. Já, manni dettur í huga við þurfum að tileinka okkur tækni til þess að taka á þeirri gagnrýni sem fram hefur verið sett og þeim augljósu og ábendingum óréttin af því að þú kennir ritlist, það ekki til staðreynd að konur sem að ortu kannski fallega texta eða ljóð, þar varð eftirskriftin höfundur ókunnur oft á tíðum. Frekar en að karlæðir myndu vilja segja sögunni það að einhver kona hefði ort fallegt ljóð. Það ekki staðreynd? Var það ekki kerfisbundið ítt til hliðar með þessum hætti? Jú, mjög kerfisbundið og maður þarf ekki að fara langt aftur. Ég til dæmis bara prófessorar, konur sem eru nýfarnar á eftirlaun við Háskóla Íslands og kendu bókmenntir segja mér bara hvernig þær mættu á ráðstefnur fyrir nokkrum áratugum og kallarnir bara gerðu beinlínis lítið úr þeim. Komu í ræðustól og bara gerðu lítið úr þeirra málflutningi. Það er mjög stutt síðan að þetta var. Já, við þurfum einhvern veginn að fara í gegnum þetta, skrútinera þetta, á þess að taka þetta persónulega. En það getur verið svolítið snúið, sérstaklega alltaf fyrir unga drengi sem að fá bara að heyra það svo, af kaflinn sem ég las áðan, að þetta getur orðið svona ákveðin skömm að vera fulltrúi kyns sem að hefur svona mikið á samviskunni. Ekki satt? Jú, þetta er ákveðið syndafall sem að karlmenn þurfa að vinna sig út úr og dýr í vörn, það getur verið hrættdýr eða semst hættulegt dýr og það getur gert einhverja hluti sem eru óútreiknanlegir og ekki skynsamlegir. En ég verð samt að viðurkenna það að ég var þarna
í gríðarlega mikilli vörn og ég fann það bara og finnst stundum eins og ég hafi bara að svörun mín við þessu öllu hafi verið líkamleg. Og þá sýnir maður kannski ekki alltaf sína bestu hliðar. Nei, alls ekki. Þá fer maður í eitthvað slag og það er ekki mikið að marka reiðsmannsmál oft á tíðum. Ég finnst maður glata bara mörgum prósentum eða helmingnum af vitsmunum sínum og skynsemi þegar maður er reiður. Þá grípur maður bara einhverja fáránlega frasa oft og stutt í einhvers konar ofbeldis tilhneigingu. Þetta er mjög einlægt sjónarmið og eins og nefnir líka að hver líkamlega einkennin verða. Já. Þetta er mjög áhugavert. Já, ég veit það að ég hef tilhneigingu til þess að vera meðvirkur. Já. Og Laxness sagði einhvern tímann að skáldið væri tilfinning heimsins. Já. Og mér fannst þegar ég var að gangi í gegnum þetta að þetta væri bara allt mér að kenna. Já. Mér, prívat og persónulega. Já. Og ég upplifði þarna mikil óþægindi á þessu tímabili minn leið ekki vel. Það hjálpar þér ekki að þú hafðir haft upp einhver ummæli mann ekki hvort það var offita eða hvað það var og þú hafðir svona lent í því að netmiðlarnir höfðu stilt þér svolítið upp og svona leituðu fanga í þinni sögu þegar þið vildu fá smellibeitur, ekki satt? Var ekki eitthvað þannig skeið? Jú, það má alveg segja það og það var kannski samt kveikjan að því þegar manni verður eitthvað á eða lendir í einhverju þá fer maður ofta að hugsa málin betur. Já. Og ég held að það má ég alveg segja að þessi bók sé að einhverju leyti sprottin upp úr því, Fyrst fór ég að skoða slaufuna menninguna. Já. Og það gildi kannski alveg mjög svipaði hlutur það merkingasvið sem þú nefndir þarna. Já. Og ég hætti mér inn á og kynjamálin það eru mjög ákveðnar skoðanir og öllum er þröngvað í ákveðin farveg sem að kemur kannski í veg fyrir það heilbrigð umræða verði málin, umræða sem að við þurfum að taka vegna þess að þarna eru 2 mál sem eru gríðarlega stór samfélagsleg mál fyrir okkur öll. Já. Snertir okkur öll eiginlega bæði prívat og persónulega og sem samfélag, þannig að það er mjög mikils virði held ég að við getum tekið á þessu og tekið eitthvað vitrænt samtal þessar hluti. Já. Og nú tengist þetta bókinni nánast ekki neitt en ég ætla bara að henda því á rauðaborðið hér og nú að ég sé ekki munin á því að foreldrar vanræki barn sitt með því að ala það á fæði sem leiðir til þess að það býr við offitu frá fyrstu misserum og getur hlotið mjög alvarlegan heilsuskaða af. Ég skil ekki að hverju má ekki ræða það með gagnrýnum hætti en ef foreldrarnir væru reykjandi sígarettur yfir barninu þá eru þeir nánast réttræpir og við getum talað það og skrifa greinar það hvað þetta er hræðilegt fólk. Ég sé ekki allan mun á þessu tvennu og það er sumt sem má tala en annað má ekki tala en það liggur ekki alveg fyrir hvað er manualinn að Nei, ég held að sé bara aðalmálið að setja sig inn í þessa hluti. Já. Og ef maður ætlar að tjá sig þá, að maður setja sig svolítið inn í hlutina áður maður fer fram því að annars er bara svo mikil hætta að þetta verði einhverju sleggjudómar. Já. Og þeir hjálpa ekki umræðinni held ég, einhverju sleggjudómar. Við þurfum að æfa okkur í því held ég að setja okkur í spor annara. Já. Alveg eins og rithöfundar og þýðendur, það er þeirra starfi alltaf að setja sig í spor annara og þess vegna hef ég efasemdir það að rithöfundur megi ekki skrifa neitt nema það sem til heyri hans reynsluheimi vegna þess að ég held að sé svo mikilsvert að reyna að setja sig í spor annara. Já. Og maður læri svo mikið á því. Það held ég að hjálpi alltaf umræðinni. En
En svo þurfum við kallar sannlega líka bara að þola það núna að stundum verði umræðan okkur óvægin og hún verði svolítið í sleggjudómum. Líkt og við höfum leyft okkur að fella sleggjudóma konur. Já. Í sannilega árþúsund eða ég veit ekki hver lengi inn kemur Helga Kress. Hún er sá bókmenntafræðingur sem hefur baunað á hve beinskeyttastan hátt á okkur karlana bæði lífs og liðna. Fyrir bragðið hefur hún verið uppnefnd, kölluð Vera Hress í sögu eftir Indriða G. og sagt hana að hún væri heldur léleg kynferðisvera svona tilsýndar. Jökull Jakobsson bætti svona betur og kallaði hana Volgu Fress í feilnótu í 5. symfoníunni. Meira að segja kynsystur hennar geltu á hana, einu þeirra kallaði hana Refsi Nornina sem ekki brosir. Þú sannlega færir okkur heilmikið fóður til að hugsa í þessari bók. Já, það vona ég og ég var sjálfur að reyna að hugsa þetta allan tíman. Oft best að átta sig á hlutum með því að skrifa þá. Já. Það að skrifa leið til þess að hugsa og margir rithöfundar sagt ég veit ekki hvað mér finnst fyrir en ég skrifa það. Þannig að þá leggum þetta svolítið niður fyrir sér og þær hafa vissulega mátt þola margt og mega sjálfsagt þola margt ennþá eins og ég bendi á þannig í bókinu þá svo margt sem að einhvern veginn liggur í hvers steinum á þess að við bara áttum okkur á því sko. Já. Og bara heima hjá okkur jafnvel við segjum eitthvað við konuna sko bara í hugsunarleysi og þegar maður fer að skoða það betur þá leynist ykkur karllæg afstaða þar að baki. Þannig að þetta út allt hérna hjá okkur og maður vissulega, ég ennþá að misstíga mig, ég viðurkenni það alveg. Ég misstíg mig og segi hluti sem að ég hefði ekki viljað segja svona. Ég að því ég nú fjölmiðlafræðingur sko. Mann eftir rannsókn sem ég las bandarísk og það ekkert mjög mörg ár síðan að sko þegar þú sérð konur í fréttaviðtölum þá byrjarðu á að kanna það hvernig það koma fyrir, hvernig það eru klæddar og ef þú ert sáttur það sem þú sérð þá ferð að hlusta á orðin þeirra en ekki fyrr en þá. Og þetta segir okkur svona sitt hvað forskotið sem við höfum, ég og þú. Já. Ég held að sé öllum alveg nákvæmlega sama hvernig við erum klæddir hérna í þessu viðtali. Já, ætli það ekki. Ég hugsaði mér samt svolítið hvernig ég ætti að vera klæddur en... Maður á svo sem alltaf að velta því Já, en útlit kvenna og líkami kvenna náttúrulega alltaf þarna á vígvellinum einhvern veginn og ég held að það sé eitt svið þar sem að við kallar þurfum að læra upp og nýta umgangast líkama kvenna. Já. Og þetta fræga karllega augnaráð sem að stýrir kannski ótrúlega miklu þegar upp staðið og þröngvar þeim kannski til þess að klæða sig á ákveðin hátt og við þurfum að læra náttúrulega líka að hlusta betur. Já. Við höfum sko bara markvisst farið í svo mikla vörn að við höfum nánast bara lokað eyrun og ekki reynt að hlusta á hver er hinn djúpi kjarni þarna á bakvið. Já. Þetta einhver mannúðar stefna sem sem að væri hollara fyrir okkur að tileinka okkur. Væri meiri reisni yfir okkur sem karlmönnum ef við tileinkum okkur ýmislegt sem að þær eru að tala ef við umgengjust konurnar okkar sem jafningja, ef við værum ekki að giftast konum og lofa þeim öllu fögru en ætla þeim svo að bara vera nánast þrælar og vinna miklu meira á heimilinu heldur en við sjálfir. Er það ást? Getur maður spurt. Já, þetta mjög skrítin stelling, skilur sko, að vera svona upptekin af konum. Við þráum gagnkynhneigðir kallmenn, við þráum konur alla daga líku við, en leið erum við tilbúnir til þess að ætla þeim eitthvað lakara hlutskipti heldur en okkur sjálfum. Já. Þetta skrítin ást. Hefur ekki líka sko ekki full ástæða til að velta því fyrir sér hvort sko svo valdefling sem orðið hefur meðal kvenna hafi ekki sett einhvern hlut karla þannig í vörn að við sjáum eðlishyggju kenningar kynin núna aftur vera að færast upp ef við skoðum til dæmis
orðræðu, ábyrjandi bandarískra podcastara og svona ungir, svolítið hægri sinnaðir, svona gaurar sem ætla að sigra heiminn. Að við erum sumpart hefur valdefling kvenna leitt til bakslags og það er það í jafnréttismálum. Sýnismanni að kallarnir virðast alltaf koma með einhverja aðra hluti kalla kemur alltaf með eitthvað ansvar í hver skipti kemur með ansvar að þetta er svo polariseruð umræða og þess vegna segi ég þannig í bókina að við þurfum að gera þetta saman við þurfum miklu meira samtal þarna á milli þessara póla því að þessi polarisering er svo vond, hún leiðir bara til upprópana eiginlega og kallarnir þeir fara í vörn og þeir leita alltaf einhverjum leiðum til þess að gera lítið úr konun. Það er náttúrulega þeirra aðferð voða mikið að finna einhverja leiðir til þess að grafa undan þeim, gera málflutning þeirra tortryggilegan, þannig að við förum frekar að setja spurningamerki við heldur en að skoða, skilum mér segja að þessir kallar eins og Weinstein voru þeir að byggjast afsökunar mikið á sínu framferði, það var ekkit alltaf þannig, heldur fóru þeir bara í mikla vörn og kvörtu undan því að þeir væru orðnir fórnarlömb. Og það sem ég tek svolítið út úr þessari bók þinni er að það er pláss fyrir hvorttveggja að við hlustum á þessar raddir sem komið hafa fram, við sýnum þeim skilning, við reynum að breyta okkur en það er líka pláss fyrir það að við segjum frá því að við séum í ákveðnu uppnámi og okkur líði svolítið undarlega með þetta allt saman og við erum ekki að stela athyglinni frá baráttu kvenna en við erum bara svona aðeins að leggja það á borðið að við erum ráðvilltir og tlems að því ég nefndi áðan að ég hef ekki tjáð mig svona viðkvæm eða bara hvorki viðkvæm né ekki viðkvæm jafnréttismál tlems opinberlega í mörg ár hugsaður, ég skrifaði sjálfur bók sem heitir Heimkoman hún kom út 2009 og þar er ég að gera upp mína eigin gamaldags karlrembu getur maður sagt þá fór ég í gegnum svona mikið breytingaskeið í mínum eigin huga ég fer á kynjafræði námskeið með konunni minni nokkrum mánuðum síðar ég var örugglega í hópi þeirra sem að tjáðu sig hvað mest jafnréttismál sem fulltrúi kalla en ekki múkk í 4 eða 5 ár kannski fer ég aftur að gera það núna eftir að hafa lesið bókina þína ég er samt ekkert alveg vissum að ég þori það ekki slaufunarmenningin kemur náttúrulega þarna á milli og það getur vel verið að ég hafi núna sagt eitthvað í þessum þætti sem að ég muni sjá á Facebook að hafi verið algjört no-no og það sé bara búa til skilti og ég sé seimaður út og sögur ég veit ekki það, ég átta mig alltaf á því hvað þarf til þess að við þurfum að tala held ég við hvert annars staðan fyrir yfir hvert öðru og ég skil alveg konur sumpart að þær nenni ekki að hlusta á okkur núna. Ég gera það líka. Ég skil þær alveg og þeim finnst ábyggilega mörgum að við erum í krísu og við komumst ekki út úr henni að sjálfstáðum einhvern veginn og við nennum ekki að vinna vinnuna sem að þarf til þess að komast út úr henni. Nú er þið að hjálpa okkur stelpur. Út úr þessari krísu. Þannig að ég skil alveg þau það var ykkur að kenna stelpur að mér líður svolítið illa yfir því sem þau eru að segja hann var ekki þannig að það er að snúa þessu í alls konar hringi en við verðum að gera okkur grein fyrir því held ég að þeirra barátta á rétt á sér við verðum líka að gera okkur grein fyrir því að eintök eins og ég og þú kallar fættir, hvernig ertu fættir, hvað ár? 59. Já, þú ert, þannig séð á líkur ekki. Okkar uppeldis heimur, okkar hugmyndir heiminn eru svo allt öðruvísi. Það sem skilir þér okkur sem börn og unga menn og ræður viðfram okkar er bara svo allt annar heimur en dæmis dreng sem fæðist árið 2005 eða 2010 eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara, við erum gjör ólíkar tegundir, karltegundir. Er það ekki? Jú, ef við skoðum forfeður okkar, bara feður og afa, þá sjáum við nú að ýmislegt hefur samt breyst.
og talsvert mikið breyst. Ég horfi á syni mína og hvernig þeir taka þátt í heimilishaldinu og uppeldinu. Ég reyndar var í þeirri stöðu sem heimavinnandi rithöfundur að ég sinnti sonum mínum í 15 ára eiginlega. Þá var ég heima og sinnti þeim og mér finnst það sennilega merkilegasta reynsla sem að ég hef sem karlmaður og hefði ekki viljað missa af henni af því að það færi mig einhvern veginn nær kviku lífsins. Magnað að skuli segja þetta var akkurat tilfinningin sem mér fannst ég þurfa að skrifa í heimkoman. Já, einmitt, ég las þá bók og miklum áhuga skilurðu þannig að þetta var eitthvað og ég hef burðast með það að ég sé alltaf annars flokks sem karlmaður þegar það kemur að umönnun, hvort sem að umönnun barnanna minna eða umönnun aldrara foreldra. Ég glími alltaf við þessa minnimáttakenndi einhvern veginn þegar að því kemur en ég geri það skilurðu og reyna að gera mitt besta en ég ekki sem sagt menningarlega skilistur eða uppalinn í því að fást við þetta. Þannig að það eru einhvern veginn ekki komnir ennþá nógu góðir ferlar svo við tölum stofnanamál til þess að takast á við þetta og svo megum við ekki gleyma því að þegar að konur öðlast jafnrétti þá öðlast við líka jafnrétti. Já, heldur betur. Og við fáum ýmis gæði sem að eru mjög merkileg og dýrmæt held ég. Þannig fannst mér þannig náði ég helst eyrum til dæmis kallana fyrir norðan. Ég bjó á Akureyri þegar ég gaf þarna bókina heimkoman að þeir skildu það sjálfur kallarnir. Já. Þessir íhaldssömu að þeir stór græddu á feminisma. Já. Það bara þarf það kemur kannski ekki í fyrstu tilraun. Nei, og svo eru náttúrulega til menn sem að reyna að nýta sér feminisman sér til framdráttar til þess að komast yfir konur skilur það kemur alltaf eitthvað upp frá okkur köllunum sem við reynum að snúa einhvern veginn hlutunum við þannig að konur líka varbergi kannski gagnvart mönnum eins og okkur sem að hafa þó reynt að tileinka sér þessa orðræðu alla en við erum auðvitað fastir svolítið í ákveðnu leikriti og að sömu leyti erum við ófrjálsari heldur en konur. Mér finnst að þær hafi meira svona tilfinningalegt rými heldur en við og ég segi nú frá því hvernig við erum aldrei upp þá. Já, við eigum að býta á jaxlinn og konur eru líka mótsagnakendar gagnvart þessu eins og ég segi frá í bókinni þegar talað eða var niður til mín þegar ég fór að opna mig eitthvað svona tilfinningalega og sýndi ekki svona nógu mikla kallmennsku við einhverjar ákveðnar aðstæður og þá fannst þeim ég ekki einhvern veginn á máli þannig að við erum ennþá mjög mótsagnakend bæði kynin held ég í þessu en það er bara til mikils að vinna að losna út úr þessum þrönga ramma sem við erum inn í kallmenn þegar þetta finnst mér eins konar fangelsi sem að kemur oft í veg fyrir að við getum notið þess sem að dýrmætast í lífinu í rauninni. Sjálfrar kviku lífsins einhvern veginn komist betur að henni. Og svo vitnar í Glorious Dynam greindir hæfileiki til að laga sig að breytingum. Já, einmitt greindir hæfileiki til þess að laga sig að breytingum og ég bara vona að við höfum þessa grein til þess að laga okkur að þessu og það er auðvitað það sem að við þurfum svo sem alltaf að vera að gera, að laga okkur að breytingum. Það er alls konar hlutir að gerast í kringum okkur en mér finnst bara eins og við kallarnir, við höfum ekki sett nógu mikla sköpunarorku í þetta svið. Við tileinkum okkur tækni, nýjungar og svoleiðis en þegar kemur að þessu sviði þá eitthvað sem að hamlar því að við erum of stoltir einhvern veginn eða við erum of hræddir hver við annan. Við erum dæmdir af öðrum körlum Ég held að það spili líka mjög mikið inn í og það hafði náttúrulega aldrei orðið til neinar almennilegar hreyfingar kalla sem að mundu þá veita manni eitthvað svona skjól að hafa eitthvað á bakvið sig og vera ekki bara rópandinn í eyðimörkinni þannig eins og konurnar hafa. Þú segir þetta að þótt ég telli mig
vera frjálslyndari heldur en kannski sumir aðri kallar, þá hugsa ég, væri ég tilbúin að stíga það skref að stofna bara sellu með öðrum köllum og ræða þetta. Já, einmitt, sko. Já, einmitt. En já, við höfum ekki einhvern veginn barist fyrir réttindum kvenna. Margir okkar hafa séð óréttlætið. Já. En við höfum ekki einhvern veginn stigið fram. Þær hafa alltaf þurft að sækja allt. Já. Og það er náttúrulega mjög skrítið ef maður hugsar þær sem mæður okkar, dætur okkar, eiginkonur okkar. Já. Að því við viljum að eiginkonur okkar fái jöfn tækifæri og við þarna út það ekki og þær lendi ekki í einhverju misjöfnu eða ójafnrétti þarna út. Við viljum það allir sem eiginmenn það ekki að þeim vegni vel og það sé komið vel fram fyrir við þær. En svo förum við kannski út í fyrirtækið okkar og stöndum fyrir einhverju sem þert á það, sko. Einmitt. En Rúnar Helgi, mér finnst þú að hafa sýnt svona ákveðið hugrekki og einlægni í þessari bók. Já, ég held að þetta orð einlægni sé kannski lykilorð þegar kemur að þessari bók og ég heyri það mjög mikið sem viðbrögð við þessu handriti, einlægni. Og ég hugsaði með mér, sko, ef ég ætla að skrifa bók þetta, horfa á sjálfa mig, hvernig ég var til og ætla ekki að vera einlægur. Þá er ekkert gagn í því. Nei. Þá er ég bara að skrifa út úr einhverju kerfi sem ég er fastur í, skilur, og kemur í veg fyrir að ég geti sagt það sem að ég þarf að segja, að mér finnst ég þurfa að segja þessa hluti. Þannig að okkur er kennt köllum að það sé ekki flott að vera einlægur. Við eigum að vera svolítið svalir og fel okkur á baku einhverja brandara og svona einhver spuksirði alltaf. Og mestalagi láta skína í einhverja vanlíðan. En auðvitað hefur svigrúmið aðeins aukist. Ég er ekki að segja það fyrir okkur kalla. En ég held að þetta sé samt þarna allt undirliggjandi en þá sérstaklega hjá okkar kynslóð. Mig grunar líka að þessi stærra skref fyrir mann sem er fæddur 1959 að vera einlægur með þessum hætti en kannski 25 ára gamlan íslenskan karlmann. Já. Já, á ekki bara að segja ég vona það. Þetta sé minna mál fyrir ungu mennina, skilur að þeir geti sýnt meiri tilfinningar og að þeir skilji þessi mál betur að þeir ætlist ekki til þess að konan þeirra vinni 6 klukkutímum meira eða eitthvað á hverri viku á heimilinu heldur en þeir. Þannig að þetta er erfitt að fara í svona Excel-reikninga með jafnréttið og hvert par þarf svo sem að finna útrúsi fyrir sig og það er enginn að segja að við þurfum öll að gera allt, held ég, sko. En það þarf samt að vera einhver sanngirni þarna. Af því að líka, sko, ef það er ekki sanngirni, þá verða konuna bara þreyttar á okkur. Þannig að það hittir okkur alveg fyrir. Og þetta er ein algengasta ástæða hjónaskilnaða að konurnar þurfa að vinna svo mikla vinnu í heimilishaldinu til þess að búa til umgjörð hamingjunar fyrir okkur að þær eru bara dauðþreyttar á kvöldin. Er ekki sagt að öðru hverju sambandi ljúki innan við 2 árum eftir að par eignast barn? Já, svo er það nýja álag sem að myndast þar og ýmislegt sem að er í hinu ytra umhverfi líka sem að spilar þar inn í hvort að barn kemst inn á leikskóla og allt það og mér finnst reyndar að við þurfum að gera meira í þeim málum samfélagið. Rannsóknir í Bandaríkjunum sýna að konur sem eignast börn þær hafa lægri ævitekjur heldur en hinar nú orðið halda nokkurn veginn í við kallana og það er mjög áhugavert. Þannig að þetta er í rauninni verkefni samfélagsins að taka á þessu þannig að þær þurfi ekki að líða fyrir það að eignast börn. Eins og þú segir sjálfur, gerum þetta saman? Já, öll í kór. Þakka þér fyrir að leyfa okkur á samstöðinni að fjalla fyrst þessa bók. Ég vona að verði sem oftast sem að við fáum höfunda hér til þess að
koma og segja okkur frá verkum áður en jafnvel bækurnar koma út en það styttist nú í að þessi komi fyrir sjónir almennar lesanda eða 2-3 vikur eitthvað sluðis í það kannski. Einmitt, jú, miðjan september. Já. En til hamingju með verkið og takk fyrir að koma til okkar og ræða hana. Takk fyrir það og takk fyrir einlægt spjall. Já, einlægt spjall. Já. Og úr þessum sálmum förum við yfir í nýja kafla. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, við ætlum að núna fara svolítið aftur á bak í tímann. Þannig að í vor eða síðla vetrar að þá kom hingað Jón Karl Helgason og við vorum að spjalla bók sem að kalla má eiginlega kannski fyrstu íslensku skáldsöguna. Það svona vangötur það. Og þetta viðtal varð eiginlega spann svolítið upp á sig og það er kannski saga að segja frá því en Jón Karl Helgason hingað kominn, hann prófessor í íslensku og menningadeild í háskólanum en hérna líka Lena Rohrbach sem prófessor í norrænum fræðum í Basel og Zürich í Sviss og Aðalheiður Guðmundsdóttir prófessor í íslenskum bókmenntum fyrri alda og þau komið að þessari ráðstefnu sem að þú varst eiginlega að reyna að halda þér fram við mig að þetta viðtal hafi orðið hálfpartinn kveikja að því. Já, ég var að spjalla Eirík Laxdal, þennan hulduhöfund sem að reyndar virðist að uppgöta svona 10 ára fresti. Hann hefur í rauninni verið í umræðu fræðimanna að minnstakosti frá 1940. Fólk vitað af sérstaklega 2 sögum sem hann skrifar, Ólandssögu og sögu Ólafs Þórhallssonar. Og ég einhvern veginn uppgötaði bara sérstaklega eftir að þetta viðtal var svona aðgengilegt að það væri bara komin tími til að uppgöta Eirík enn á ný. En það var líka kannski ítt á eftir mér að Lena hefur verið hluti af rannsóknarhópi út í Sviss sem að hefur svolítið verið að skoða upp á skáldsögunar á Norðurlöndum og hún og doktorsneminnar eru svolítið að horfa á Ísland og ég hugsaði að það þarf bara að kynna þessar rannsóknir hér og það þarf kannski svolítið að setja Eirík í sterkara alþjóðlegt samhengi og kannski rífa svolítið það. Þetta fyrsta skáldsagan? Það alltaf gaman að rífa svolítið það. En það sem ég finnst kannski svolítið frjótt í þessar umræðu að rannsóknarhópurinn í Sviss í rauninni kannski frekar að tala eitthvað sem á kalla skáldsögu vitund eða skáldsagna einkenni sem að eiga sér mjög langa sögu og svo kannski sem bara skjóta upp kolli í fræðitekstum eða ýmsum öðrum bókmenntagreinum en skáldsögunni. Og Eiríkur hluti af þessu? Já, það svona, hann stendur kannski á öxlunum á mjög mörgum og misgömlum forverum. En Lena, hvernig fannst þú Eirík? Sem sagt, eins og Jón Karl búinn að segja, við byrjum með verkefni texta frá 18. öld í Norðurlöndum, svona almennt og það finnst margar sögur á þessum tímabili sem eru enn skrifin í handrit og samt eru þau að gera eitthvað nýtt og Eiríkur Laxdal eða sögu hans var, hann var einn af fleiri sem nefndist bara svona mjög stöttlega í bókmenntasögunum. Það nefndist að hann reyndi að gera eitthvað nýtt en eins og Jón Karl sagði, það var ekki svona mikið skrifið hann áður og svo byrjum við bara að lesa texta hans og það eru bara mjög spennandi og flókna textar sem eru að gera nákvæmlega þetta að bara svona vinna með hefðin og reyna að gera eitthvað nýtt og það passaði mjög vel inn í svona svona kerfi sem við reyndum að skoða bókmenntir frá 18. öld sem vinna með hefðin og reyna að segja sögun svona aðeins á öðrum hætti.
Þannig að hann hér upp á Íslandi eiginlega að gera bara sambærilega hluti og fólk út alla Evrópu. Já, einmitt, nákvæmlega, já, einmitt. Sko, og við getum séð að hann vissi mjög vel hvað sem var að gerast í öðrum löndum. Það hefur verið bent á áður að hann nota til dæmis Ludvig Holberg og Niels Klimm. Hann þekkti þessa nýja sögur sem voru skrifaðar í Danmörku eða líka í Englandi eða svona ýmislega staðar og bara hann reyndi að gera eitthvað nýtt en hann gerði þetta með að nota það sem fannst á Íslandi. Hann notaði íslenskan hefð, hann notaði sögur og þjóðsögur og allt mögulegt og gerði eitthvað svona sérstakt út af því. Það þá að fólk út alla Evrópu að svona brjóta nýjan lendur? Það vegna þess að þetta hékk í loftinu? Eða það vegna þess að það bara byrjaði einhver og Eiríkur las eitthvað og sagði, já, það svona kraftur í þessu ef ég tek efni sem ég með og nota aðeins öðruvísi? Já, sko, ég get kannski byrjað og svo getið þið líka tekið upp en sko, eins og Jón Karl sagði, sko, það gerðist alltaf að svona bókmyndir breytist og svona gerði eitthvað nýtt en okkur í verkefninu fannst að á 18. öld það eru svo mjög mikið sem í lofti þegar við erum í byrjun upplýsingaöld og það bara bókmyndir voru alltaf að reyna að nota sögur svona í alþjóðleg svona meining til að segja eitthvað sem var mikilvægt og reyna til að svona segja sögu út af því sem sko hugmyndir og heimspeki sem það sko reyndu að fá fram og á 18. öld það svona hugmyndir upplýsingaaldar sem og þeir taka upp svona hefðir og reyna að segja sögu frá sko, hvað veit ég og hvað get ég ekki vist og þau gera þetta með að nota bókmyndalega hefðir. Kannski getið þið haldið áfram og sagt eitthvað fleira þetta. Þetta eiginlega, spurningin þegar fólk semur svona og það verða breytingar á sambærilega breytingar á mörgum stöðum. Það þannig að við bara sem mannskepnarnir að svara einhverjum aðstæðum í tímanum og það vill svo til að við svöruðum svipað af því að við erum að svara samfélagum tíma. Eða erum við bara alltaf að læra hvort að öðru og pikkum upp svona aðferðir við að segja svona. Ég veit ekki hvort þetta sé burðug spurningin í bókmyndafræðina. Ég held að þar hafi verið eins áður og eins og núna. Það bara hugmyndi liggi í loftinu og maður svona grípur þær. Ef maður svona svolítið næmur fyrir sínu umhverfi og í dag þá erum við að lesa greinar og fara á ráðstefnur eða málþing og við mátum hugmyndirnar alltaf við okkar eigin þekkingu og þannig byggjum við á hugmyndunum og hugmyndasagan heldur áfram og þróast. Og auðvitað verður það stundum þannig að það kemur eitthvað svona nýtt og það verður spennandi eins og þau eru að gera þarna úti að rannsaka upphaf einhvers og upphaf skáldsagnarítunar. Og ég held að það geti vel gerst að það komi eitthvað svona eins og ferskur vindur inn í hugmyndasöguna á ákveðnum tímabilum. Það komi bara tími á breytingur og við sjáum þetta bara í þessum stóru svona straumum og stefnum í bókmyndasögunni að þegar sko rómantíska skeiðið hefur gengið sinn veg að þá komið þörf fyrir nýja stefnu eða nýja hreyfingu og þannig var þetta í gegnum aldirnar en í dag þá vegna þess að fyrri hreyfing gagnast okkur ekki lengur. Já, að einhverju leyti og svo sjáum við til dæmis eins og með rómantíska bókmenntir og slíkt að það fer undir þegar áherslan verður á upplýsingu og lærdóm og gagnsemi þá fara ákveðnar hugmyndir undir og svo spretta það fram með nýrómantík og með sko, þú veist, eitthvað sem hefur verið þá einhvers konar hlíðamenning eða jaðarmenning fyrir að spretta upp aftur. Það einhver þörf fyrir hana vegna þess að einstaklingarnir á öllum tímum eru ólíkir þannig að ef ákveðin sjónarmið verða undir og þykja óskynsamlega eða ónýtsamlega á einhvern tíma að þá spretta þau upp fyrst kannski gegnum einhverja jaðarmenningu en koma upp aftur. Það sem kafnar undir meginstraumnum. Já, það sprettur alltaf upp og þá alltaf einhver svona nýju formi, þú veist, ekki alveg eins og gamla. En skáldsagan, það ekki, ef hún verður til, það ekki fyrst og fremst bara breyting í svona hugmynd höfundarins eða þess að skrifar hvert mitt hlutverk í sögunni, sko.
Ef ég leyfi til þess að móta hana eða er ég einhver gerandi í henni eða er ég bara að endurvarpa henni. Þetta er eiginlega svona bara tilvistarlegt svona risastökk í huga höfundarins, eða ekki? Jú, ég held að sko Michael Bakhtin myndi líka segja þetta því að sko við sem sagt í verkefni okkar við reynum ekki að benda á að þetta var fyrsta skáldsagan heldur en það sko Þú ætlar ekki að finna fyrstu skáldsöguna og raða svona. Það er svona meira svona eitthvað sem gerst aftur og aftur og eins og þú sagðir, sko, það er eitthvað sem höfundin hann eða þeim fannst að þau gátu ekki sagt það sem þeir vildi segja með því sem fannst áður. Og þess vegna svona vinna þeir með eitthvað annað. Sko, og ég held að Bakhtin myndi vera mjög sammála með því sem þú varst að segja. Þetta er stórt stökk, sko, að ég get eiginlega ekki satt nema ég blandi sko minni afstöð inn í þetta. Það er svolítið svona, það er svo guðsíðastíga niður til jarðar, sko. En svo er kannski annað sem að hluta þessari þróun og það er að það eru takmörk fyrir því hvað þú mátt segja og getur sagt og þessi listbröð frásafnarlistarinnar að segja til dæmis sögun í sögu eða segja eitthvað sko undir merkjum skáldskaparins er líka leið í rauninni til að fjarlægja sko skilaboðin frá því sjálfum og með því að setja persónur á svið þá getur þú búið til persónur sem að sko ef þú myndir segja þetta sjálfur í eigin nafni þá væru fangelsaður eða ritskoður og svo framvegis. Höfundar allra tíma hafa svarið af sér það sem að persónur eru að segja. Já, og ég held að sko þessi skáldsagnalegu einkenni sem að maður sér að einhverju leyti hjá Eiríki að þau geta líka í rauninni birst í tímaritum eða í svona heimspekilegum samræðum og svo framvegis og þessum tíma er kannski skáldsagan ekki orðið til sem einhver svona menningarleg stofnun sem hún er í dag. Það fylgir bara ákveðin svona virðing því að vera skáldsagna-höfundur en á þessum tíma 18. öld og 17. öld sko, þá er í raun alltaf verið að slá á fingur á fólki sem er að segja legasögur og svo framvegis og þarna er að verða held ég mjög mikil breyting sem að Eiríkur er hluti af. En Eiríkur er svona utan, hann er ekki viðurkenndur í stofnun. Hann er eiginlega svona götu. Já, hann er náttúrulega eitthvað skonar jaðarmaður en þegar við erum að tala hvernig þessar sko hugmyndir flytjast á milli að þetta er maður sem býr í Danmörku og er komin í danska herinn á tímabili hann er ekkert einhver einangraður sveitamaður á Íslandi, langt í frá. Og dregur til sín og það er það sem þið eru að rannsaka. Hann dregur til sín margt sem er að gerast í Evrópu. Já. Þú getur bara að sé það í sögunum hans að það er bara hann tekur upp sko sem sagt þjóðsaga efni en líka efni frá Íslendingasögunum og líkisögunum en líka alþjóðlegt efni sko hann er mjög vel lesen en samt er hann svona pínulítið fyrir utan hann er ekki enn í kerfi, hann var í háskólanám en hann röklast út úr því sko, maður veit ekki svona nákvæmlega hvað sem gerst en hann kom aftur frá Danmörku og við getum líka svona fundið svona í rithöfundatöl og svona notis hann að hann var svona sérstakur og svona undarlega lundaður og hann var svona ekki svona alls með en hann sko, ekki allra og ég held að það líka vegna þess að sko fólk skildi ekki hvað hann var að gera af því hann var að gera svona eitthvað annað og eitthvað nýtt og það þarf ekki að vera hans í einhvern veginn kerfisbundið að leita einhverju þekkingu og aðferðum í skáldsagnagerð það getur líka verið hann bara sogar þetta inn í sig svona að þetta hekk í loftinu þessu sattir. Já, algjörlega en hann er samt að reyna að stimpla sig inn hann er líka að reyna að koma sér fyrir í svona menningarlegu samhengi við sjáum sko að seint á 18. öld að þá gefur Hannes Finnsson biskup út kvöldvökurnar 1794 og kvöldvakan á þessum tíma hún var orðin þannig að eins og Jón Karl kom inn að það var sífellt verið að gagnrýna fólk fyrir að segja gömlu sögurnar og það var mikið þörf fyrir nýtt efni. Hannes Finnsson kemur þá með efni sem að hann til að vera hollt fyrir börn eða hollara heldur en gömlu sögurnar tröllin og fornmennina en Eiríkur
skrifar inn í þessa hefð og hann nefnir sem sagt í Ólafs sögu Þórðarsonar, hann skiptir inn í 4 parta sem heita 1., 2., 3. og 4. kvöldvöku lestur, þannig að hann að skrifa inn í ákveði íslenskt samhengi. En vill greinilega svara þessari köllun að koma með nýtt efni sem hann samt svo skemmtilega tekur úr hefðinni sem verið að gagnrýna, úr þjóðsagna, ævintýrahefðinni og fornsögunum, en einhvern veginn setur það inn í nýtt samhengi, hann vinna með það upp á nýtt og reyna að leggja sitt greinilega að mörkum til þess að svona endurnýja kvöldvökuhefðina og hvað fólk að hlusta á. Hann að reyna að koma nýjan tón inn í þetta vegna þess að mentamennirnir að gagnrýna þetta. Við séum alltaf að hjakka í sama farinu. Við séum alltaf að hlusta á sömu tröllasögurnar. Þannig að hann greinilega að reyna að koma meðvitað með nýja rödd inn á sama tíma og hann að vinna með hefðbundið efni. Það telur sig ekki að endur nýja tröllasögurnar. Já. Það veist að vera hafnaðin. Nákvæmlega. Já, hann brýtur náttúrulega alls konar reglur, sko. Þetta til dæmis saga Ólafs. Það voru náttúrulega ekki reglur þetta? Jú, mikla reglur þetta í samfélaginu og mikið svona félagslegt taumhald sem að kannski kirkjan stendur fyrir og þetta dómstólar og það eru alls konar réttarbætur og ýmislegt í gangi. En sko Ólafur Þórðarson, hann kannski svona hinn íslenski Casanova. Það er mjög mikil áhersla á holdlega nautnir. Þetta mörgleiti svona kannski feminísk rit hjá honum, myndið ekki taka undir það? Jú, hérna komum við inn í Hulduheima þar sem að konur stjórna, þær eru skólastjórar og dómarar og já, þetta er... Já, og ekki bara þetta, en konur eru líka að segja sögur frá. Að það er svona marga þættir byggt inn í sögunni og það eru mjög oft konur sem eru að segja þessa sögur frá. Sko, konurna þær fengur rætt í sterkar konur í hans höfundaverki. Hann Ólafur fer náttúrulega eins og Jón Karl sagði milli kvenna sem hinn íslenski Casanova og við getum fylgt honum eftir í gegnum þessi ferðalög en það sem ég finnst skemmtilegt við hann er þú veist að við getum litið á hann frá mismundi sjónarhóli og ég sem kem sko minn bakgrunnur er eiginlega tvennskonar af því að ég var lengi og kendi, sem sagt var kennar í þjóðfræðinni, þá kendi ég þetta sagnamenninguna og þjóðsögurnar, ævintýrin og allt þetta, en sterkar í grunnurinn er svo íslenskan þar sem ég er núna, þar sem ég er með miðaldabókmyndirnar og svona svolítið eftir öldum og þú veist og minn áhugi einhvern veginn snýst þetta tengi þetta saman, þannig að þegar ég les í persónuna Ólaf Þórðarson og fylgjónum eftir í gegnum öll þessi ævintýri og kvennamál og allt þetta að þá líti ég einhvern veginn frekar á hann sem, sko fyrir mér er hann svona persónugervingur íslenskra sagna hefðar að því að þú veist hann er alltaf að lenda í nýjum og nýjum ævintýri við getum þá alltaf greint, þú veist hvar Eiríkur, hvað hann fekk hugmyndirnar, hvert hann sótti sögurnar og hvernig hann raðar þessu saman þannig að þú veist fyrir mér er Ólafur svona einhvern veginn að ganga í gegnum sagna hefðina bara og þú veist hann er svona lifandi persónugervingar hennar, allt sem hann gerir, allt sem hann snertir kemur við, það skapar nýja sögu sem er samt hefðbundin. En hérna er samt verið að velta fyrir sér að þú er með sagna hefðina og svo kemur að Eiríki og allir búm, hérna er orðin skáldsaga. Þannig hann er ekki bara að ganga í hefðinni, hann gengur í gegnum eitthvað hlið eða hvað? Þetta bara... Já, það finnst mér finnst þetta mjög áhugaverð spurning og ég vissum að Lena hefur mikið þetta að segja en þú veist, ég kem sem sagt úr þessum miðaldagrunni og sumir tala í sambandi við miðaldabókmyndirnar hinna löngu miðaldir, þar sem við höfum miðaldasögurnar, þær lifa fram eftir öldum en þær breytast líka og ég er akkurat í öðru verkefni núna að vinna með sögu sem var til 18. öld sem er Huldarsaga og Huldarsaga er þá lengri gerð sem ég er að lesa núna, svo líka styttri gerð og svo eru vísbendingar að hún hafi verið til á 13. öld. Svo er glötuð, þannig að við höfum bara þessar 2 sögugerðir frá 18. öld og 500 árum síðar. Já, og þegar ég er að lesa núna þessa Huldasögu lengri, hún er ótrúlega flókin og ég syns að rúmlega hálfnu með hana og ég þarf alltaf að hafa í huga býtu, já, hver var Hárekur konungur og hver, þú veist, að því að þetta er svo margir og það er endast að bæta inn köflum og söguþáttum af nýjum hetjum og köppum en það er alltaf einhver þráður sem sagt í gegnum söguna og ég er svo spennt að því ég er að nálga síðari hlutan og þeir sem hafa komist í gegnum sögun áður, það er ekki margir, hún er mjög flókin, þeir hafa sagt hún verður óskýr og þú veist, þú hættir ekki að ráðið og reki þræðina. Ég er mjög spennt að koma að því stigi í sögunni því að nú ég er ennþá þannig að ég sé hvað höfundurinn er að gera með öllum tengingunum þannig að þetta er að gera samt á 18. öldinni en það er samt eins og sér, það er einhver skil sem verða með Eiríki
því að hann ekki bara að bæta endalaust við þáttum úr gömlu miðaldahefðinni, hann beinlínis að vinna með og þætta saman og búa til persónur eins og Ólaf sem hann mótar í gegnum litlu sögu. Þú myndir segja að Huldarsaga verið skáldsaga? Ég myndi segja að Huldarsaga myndi sverja sig algjörlega í miðaldahefðina, þú veist, með því að endalst að bæta því þáttum, en svo komið ný vitund inn í Ólafssögu Þórhallssonar hjá Eiríki vegna þess að hann notar sagnahefðina til þess að móta sögu hetjuna. Eða hvað? Já, og ég myndi kannski segja að það ekki svona mikilvægt hvort texti sé skáldsaga eða ekki, heldur en að tala sko, að skoða hvernig textin virkur eða sko, það kannski ekki svona mikilvægt eða kannski ekki hægt heldur að setja svona punktur og segja að þetta fyrsta skáldsagan, heldur en það alltaf að gerast eitthvað og sko, það svona tímabundin og það eru mismunandi hugmyndir sem eru í lofti og það mikilvægt að bókmyndir sko virkja og eru geta sagt í frá það sem maður myndi vilja segja frá, skilur þú, svona, sko, það kannski ekki, það finnst kannski svona skáldsögulega textar á öllum tímum. Og kannski, sko, við erum alltaf að hugsa svolítið söguna og þróun í menningu sem eitthvað svona línlegt fyrirbæri, en kannski fer það í hringi eða í spíral. Og mér finnst til dæmis athyglisvert að Ólafssaga kemur í fyrsta sinn út af bók 1987. Og Þorsteinn Antonsson og Maríanna Þorsteinsdóttir þau rauninni vinnalgjör stórvirki að gefa út í rauninni þessi 2 stóru verk Eiríks að því að Ólafssaga kemur svo 2006 og þau verða með okkur á ráðstefnunni núna á föstudag og laugardag, mjög gaman að fá þau með í þessa samræðu. 1987 þá er Sjón sem verður síðasti fyrirlesarinn okkar, hann svona hefja sinn feril sem höfundur. Hann finnur gríðarlegan skyldleika við Eirík og svona hans fagfræði. Og maður getur tekið fleiri höfunda frá sama tíma sem að stíga fram. Það í fréttum núna að Salman Rushdie sé að koma til landsins. Sko, hann svona kannski einn af þessum nútíma Eiríks Laxdals höfundum eins og Sjón. Og það svolítið gaman að Ólafssaga kemur inn í bókmenntasöguna leið og þessir svona höfundar sem eru sjálfir að sækja hefðina, sjálfir að sækja gömul listbrögð, en í rauninni alltaf settur undir merki postmodernismans. Og ef við hugsum þetta sem hring, að þá kannski vorum við aftur komin á svipaðan stað, hérna á 9. áratugnum, eins og Eiríkur var kannski undir lok 18. aldar. Þá það líklega þannig að bækurnar voru gefnar út inn í samtíma sem að þurfti á kannski svona smá endurnýjun að halda. Það sem að svona miðalda söguþráðurinn hljómaði allt í einu skýrlegri heldur en þessi móderníska bygging sem að skáldsagan gat orðið. Og þetta var margt verið að lista upp. En var aldrei skáldsöguna því að við erum að tala um hana og þú ert að tala um svona gamla text á íslendingasöguna. Það svona samengi íslenska bókmennta, það ekki til eitthvað. Skáldsagan náttúrulega bara pínlítill hluti þar. Það náttúrulega okkar sagnahefð er bara sögurnar gömlu og í gegnum alls konar miðaldatexta yfir í þjóðlegan fróðleik og sagnaþætti og skáldsagan sem að kannski bókmyndafræðin hefur með mest verið að horfa á og raða saman og búa til einhverja svona þráð út úr er kannski ekkert svo stór hluti í íslenska bókmynda. Nei, kannski ef þú skoðar það sögulega þá náttúrulega er það svona á seinni áratugum, kannski ekki fyrir á 20. öld sem hún fær svona miðlegt gildi. Já, og þá kemur löngunin að finna fyrstu skáldsöguna sem að svo segjum að við yfirgefum þann tíma þá náttúrulega kannski við bara minni á því að veita hvort við getum eyrnamerkt okkur eina sögu sem fyrstu skáldsöguna. Já, og það sem kannski gerist með svona þessum bókmenntahugtökum að þau verðum leið útilokandi og bara ef maður skoðar 18. öldina það sem er í gangi þar að það miklu fleira heldur en sko textar á borð við Ólafssögu og Ólandssögu og það er eins þegar við skoðum Íslendinga sögurnar að þær verða svona miðlaður í umræðu okkar miðaldabókmenntir og við gleymum öllu hinu og það sem ég langar að tala um á ráðstefnu núna er í rauninni tímarit sem heitir Ármann og Alþingi sem að Baldvin Einarsson gefur út í félagið Annamann 4 ár í kringum 1830 og þar eru bara mörg einkenni sem að sko eru mjög lík ritum Eiríks
en að því að við erum komið eitthvað svona bókmenntahugtök þá setjum við þetta alveg í sikkurt flokkinn og það er aldrei talað Baldvin Einarsson sem merkan skáldsagna-höfund en kannski bara ástæða til þess eða kannski að líta á sumt af því sem að Eiríkur gera sé bara mjög líkt í sem að upplýsingamenn voru að gera undir öðrum formerkjum og það var eiginlega það sem ég hef svolítið af í þessari rannsókn Lenu að sko það er rauninni ekki verið að leita fyrstu skáldsögunni heldur svona að skoða einkenni sem að skjóta upp kollinum í mjög ólíkum textum og ólíku samhengi. En leyndardómurinn Eirík ekki það að hann hafi verið týndur og fundist. Leyndardómurinn það að hann týnist allt aftur. Og þá það, geti maður haldið, kannski þetta bara ekki góða bækur sko, sem það bara vonlaust að tróða þeim inn í það að almenningu fara að lesa þetta og fara að vitna til þess og það verði einhvern lifandi hluti á okkar menningu, sem að við samt ætla að við þyrftum nauðsynlega á því að halda því að íslensk menning á ekki mikið dót sko. Þessu er svolítið skrítið að íta þessu að vilja ekki hafa þetta með. Það var eitt að þetta væri bara ekki nógu gott. En hinn væri kannski líkt sem að þú ætti að segja að sko skilgreiningin á okkur bókmenntasögunni væri bara svo þröng að hann hefði ekki fengið að vera með. Það var svona að stofnunin hafi ekki leyft honum að vera með. Hvort er það? Að almenningur nennir ekki að lesa hann eða stofnunin hélt honum utakars? Kannski bæði og. Ég held hann var svona inn á milli kerfi, hann var hvorki, það var sko, sögurnar hans voru hvorki miðaldahefðir, né svona moderna skáldsögur og þess vegna var hann svona inn á milli og það, sko, textar hans eru pínulítið erfiðar að lesa, það ekki svona einfald lesing, þú þarft að virkilega að halda áfram og það svona, það flókið og það þættir í þáttum og það ekki svona einfalt að býta hvað þú ert svona nákvæmlega og þess vegna það ekki svona, kannski svona lestur þegar þú myndi vilja lesa á sofanum, svona á kvöldrum, að því að svona, þú þarft að vera svona, þú þarft að vilja lesa textana hans, en sko mér finnst það mjög skemmtilegar og mjög áhugaverðar, en ég held að sé að hann var á milli kerfi, kannski, og samt líka svona, já, kannski ekki svona einfalt að bara koma í bandi við og líka, þetta í rauninni tímaskekkja að þessi höfundur að koma út þarna, sikurum við aldamótin 2000 þannig að hann var náttúrulega, það voru ekkit margir sem höfðu lesið hann í handritum en menn vissu af þessu og einhverjir svona fræðimenn höfðu verið að skoða hann og ég lít nú þannig á að það ekki fyrr en þarna sem að einhver með handritið og segir þetta á erindi. Já, sko, Steingrímur J. Þorsteinsson skrifar heilmikla bók Jón Thoroddsen sem fyrsti íslenski skáldsagna-höfundurinn svona lengst af talin vera en hann hins vegar hefur alveg kynnt sér það sem í handritum og hann alveg kinkar kolli til þess og segir, þú veist, það kannski, maður ætti kannski að tala þessa bók og þennan höfund en svo kemst hann samt að þeirri niðurstöðu Jón Thoroddsen sé nú aðal maðurinn en það í rauninni ekki fyrir 1987 og 2006 sem að kannski skapast forsendur til að taka Eirík inn og ég meina þið værið aldrei að vinna með Eirík í ykkar verkefni nema því að við eigum aðgengilega prentaðar útgáfur en svo þetta náttúrulega lögmál í allri bókmenntasögu eldri verk þau auðvitað gleymast þau, það liggur í tímans eðli. Og mann og konu í dag. Nei, ég er bara fullur það enginn á Íslandi lesa þessa bók í dag. Þetta er ekki á neinu náttborði. Nei, þess helst náttúrulega tróðið að fólki sko í gegnum skólakerfið. Eða bara í námskeiðum sem að kentur í íslenskunni. Já, sko, fyrir mér að þá er þetta aldrei spurning einhver sé haldið fyrir utan eitthvað vegna þess að sko bókmenntaarfurinn okkar er svo gífurlega stór. Nú, ég var aldrei að hann verið lítill. Nei, hann er svo stór að þú ert, sko, við erum enda á uppkvæmta sögur sem ekki hafa verið gefnar út og eru bara í handritum og það sem ég finnst mjög skemmtilegt að gera og ég reyni að gera þetta þegar ég er að kenna eða þegar ég er að leiðbeina MA-ritgerðir. Fá stúdenta til mín sem eru komin það langt að þau ráða við slík verkefni að þá byrja þau að gefa út sögur sem hefur aldrei komið út áður á prenti, skrifa inngang sem að sko staðsetur sögun einhvers staðar í bókmenntasögunni. Þetta hef ég verið að gera og dregið fram
svona nokkra sögur sem að sko hafa verið týndar eða engin lifandi maður lesi sko og þarna höfum við ennþá fullt af sögum og og fyrir mér sem sagt bókmenntaarfurinn okkar það stór og sagna menningin og þeir sem hafa starf í háskólanum eða Árnastofnun og starfa við það rannsaka bókmenntir, þeir eru tiltölulega fáir. Þannig að þegar við erum að velja verkefni, þá ræðist það mjög ofta því að svona, hvað liggur í loftinu, hvaða verkefni er í gangi og hvaða verkefni verið núna spennandi að setja í gang og það kallast á í samfélagið. Þú veist, það kemur allt innu einhver svona jarðvegur fyrir það að stofna verkefni sem heitir Yfir náttúran í miðaldabókmenntum eða hlutverk kvenna og einhver að því að fræðimenn reyna að tala til samfélagsins og þá náttúrulega bara verður ýmislegt ekki beint út undan, það allt þarna, kemur tími til þess að taka það, þannig að það aldrei meðvituð eitthvað svona að skilja eitthvað að því það eitthvað jaðar og að Eiríkur þykir ekki nógu fínn eða spennandi, þú veist, sem hann virkilega spennandi, svo þegar kemur svona rannsóknarverkefni, þú veist, þá vilja auðvitað bara allir taka þátt í því út frá sinni þekkingu, þannig að þetta meira spurning það, hvað margt í gangi, þú veist, og hvað fólk þegar það fer að rannsaka eitthvað ákveð og þá getur það tekið nokkur ár, þú veist, þetta allt svona stór verkefni. Ég þarf að taka strætó til Hveragerðis á morgun. Myndirðu mæla að ég væri að lesa Eirík á leiðinni? Nei, ég held ekki. Ég held bara, þú veist, einhvern tímann þegar eins og Lena sagði, þegar þú virkilega fókuseraður á að nú ætlar að lesa Eirík og þú ætlar að halda öllum þráðunum en ekki fara að horfa á hraunið eða þú veist, þá lestu Eirík. Það léttar en Huldarsaga sem þú varst að lýsa, sem að ég hljómaði svo við ættum að halda bara Íslandsmóti í það hvort að fólk kæmist. Já, ég mjög spennt sko að fara í gegnum hana alla og þú veist, og svona bókmenntir sem sífellt að koma nú óvart. Þetta bara sýnir að það svo margt eftir í rannsóknum á íslenskum bókmenntum og ég reyna að segja það einhvern veginn við mína nemendur, það margt fyrir ykkur að gera. Ef þið takið íslenskuna alveg í B og svo í Emma, þá margt fyrir ykkur að gera. Það margt ennþá í handritunum, það bara mjög margir þræðir sem að hafa verið og okkur ekki gefist tími til þess að rannsaka hinga til. Það svo margt að rannsaka. Og svo náttúrulega annars spírat við þessu, sko, ég myndi náttúrulega bara mæla með þú myndir reyna að hlusta á Eirík á Storytel eða einhverju efnisveitu og kannski líklega hann ekki komið þangað inn og þá kemur þessi spurning, þetta flókin saga til að hlusta á en þessi bylting sem að verða núna. Það getur alltaf verið því að hér var sagt að hann hefði samið þetta fyrir kvöldugur sem eiginlega Storytel síns tíma. Nákvæmlega og það svona annar spírall að sumir eru að svona harma það að fólk sé ekki að lesa lengur, sé að hlusta sögur en þetta var bara hinn útbreidda neysla á bókmenntum, það var í gegnum eyrun og líklega hefur Eiríkur kannski farið á milli og verið að lesa upp úr þessu riti og kannski bara hafði fólk svolítið öðruvís innréttaðan heila á þessum tíma og gat einmitt munað sögu mörg kvöld eftir í tíman og svo framvegis við. Kannski kemur svona sagnamennskan aftur að þeir eru búin að hlusta á fólk lesa sögurnar, þá áttu okkur á því það eiginlega betri að bara einhver segja okkur þetta. Já, hún í rauninni komin aftur. Það fáir sem að náði að lesa þannig að frásögnin verði jafn áhugaverð og einhver bara að segja mann þetta. Já, ég hef einmitt hvatt mína nemendur sem að kenna í grunnskólum til dæmis. Ég bara beinlinnis beðið þau að prófa þetta. Lesiði þessa sögu eða þjóðsögu ævintýri eitthvað fyrir hópinn og reynið að taka svona púlsinn á því hvernig athyglin komið svo aftur og segið hana. Segið hana með svona ykkar orðum og einhverju svona látbragði og þú veist einhvern veginn og hvernig athyglin þá. Og þau sem hafa gert þetta eru sammála að það að segja sé miklu skilvirkara. Skili sér frekar svona frá mannesku til mannesku. Þannig að sitið betur eftir heldur en að lesa textan. Ok, þannig að ég hlusta á Eirík á leiðinni í Hveragerði og finn svo eitthvað í Hveragerði til að segja söguna. Það verður það besta. Skemmtilegt að fá ykkur og verður ótrúlega skemmtileg ráðstefna. En af því að við erum lítil þjóð með mikla minnimáttakennd, að þú kemur frá Sviss í norrænum fræðum og talar íslensku og ert að rannsaka íslenska bókmenntir. Af hverju? Það góð spurning. Hvað kom fyrir þig?
Já, mér fannst bara tungumálinn frá Norðurlöndum mjög spennandi og ég byrjaði, ég var með fjölskyldu í Danmörku og skildi dönsku þegar ég byrjaði og svo held ég bara áfram og hafði mest áhuga á nútíma bókmyndir þegar ég byrjaði. En svo fannst mér bara mest spennandi að lesa norræna texta frá miðöldum og seinna bara. Og já, mér fannst bara, þetta bara mjög áhugaverða textar og mjög áhugaverða bókmyndir og þess vegna held ég bara áfram. Þannig, Þetta samt tengis svolítið sem við erum búin að vera að tala um, postmodernismann og þeirra svona miðaldatextar koma aftur og þú að lýsa því bara í þínu lífi að þú hafði meiri áhuga á nútíma bókmyndum, svo sógastu inn í einhvern texta og ég man bara eftir þessu þegar ég var sjálfur að lesa þegar það komu þýðingar á svona miðaldabókum evróskum hérna og mér fannst það bara allt í einu þetta bara einn eðlilega sagna mennska, svona segir maður sögu. Það kannist við þetta sem er svona leyft að vera svona ángar hér og þar og svona óljóst, þessi bygging ekki alveg og þannig að þú upplifið þetta í þínu lífi, miðaldir tók kölluð á þig. Já, og eins og Aðalheiður búin að segja, það svo mikið sem órannsaka, svo margar spennandi texta sem við vitum ekki mikið og mér fannst það bara spennandi að fara inn í því og sjá hvað sem finnst og hvernig hvernig reyndi fólk áður í tímanum að segja sögur og bara svona þess vegna finnst mér núna bara eldri bókmyndir meira spennandi en nútíma bókmyndir. Og það er ekki þannig að maður sé að hverfa á nútímanum inn í gamla daga, heldur sækja með texta í gamla daga til þess að skilja betur. Og það getur meira verið að það komi upp á þessari ráðstefnu að þarna séu textar eftir Eirík sem við eigum eftir að átta okkur á að eftir hann. Þannig að það ekkert öll kurl komið til grafar. Þannig að leyndardómurinn með Eirík heldur áfram. Heldur áfram. Það er gaman að fá okkur Lena, Aðalheiður og Jón Karl. Kæra þakkir. Fyrir. Já, ég þakka líka öllum gestum okkar sem hafa komið hingað í kvöld og Birni Þorláks fyrir hans viðtal og Laufey og Pétri fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég sérstaklega sem að breyti þessu spjalli okkar í fjölmiðlun og bendi á eins og ég gerir stundum að samstöðin byggðist upp af góðu umtali. Fólk sagði frá efni sem það hafði heyrt hér og séð og benti vinum og vandamönnum á að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu. Þar erum við á FM 80 og 9,1 og þessar sendingar nást svona upp á Snæfellsnes, upp eftir Borgarfirði og upp að litlu kaffistofu út á Reykjanestá. Fyrir utan þetta svæði má hlusta á útvarpssendingarnar á spilaranum. Það var reyndar einhver högt á því í dag en vonandi það komið í lag. Spilarinn bæði á vefnum, það spilari.is og svo spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum, þar sem net á annað borð. Við erum í sjónvarpinu, já þeim sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni. Þar má horfa á efni samstöðuna 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar allan á hring, samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðunni. Samstöðin tilmæðverkefni og það svo ekki hægt að sjá fyrir endan á því en draumurinn að okkur takist að byggja hér upp öflugan umræðu vettvang og fjölmiðil. Og það hefur okkur tekist vegna þess að hluti af áhorfendum og áhorfendum hefur gerst áskrifandi. Lagt til stöðvarinnar 2.500 krónur á mánuði. Þú getur slegist í hópinn með því að fara inn á samstöðum.is. Það hnappur sem ástendur áskrift og það getur skráð þig. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þannig allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifanda og við þökkum kærlega fyrir. Næst verður rauðaborðið hér á morgun, þá verður það sem við kallum vikuskemmtur. Þá mun Oddný Eir Ævarsdóttir fá gesti og fara yfir fréttir vikunar. Það sá þáttur byrjar klukkan 4 og svo tekur bara helgardagsgáðan við og alls konar þættir sem eru á vegum samstöðunar. En ég þakka fyrir í bili og segi góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn